Ég reyndi að leita hitamælinn, ég kom í bílinn og bara, bara 4. Fljótra. Bara niður. Fljótra þetta Þú veist að þetta sést.
Komið sæl og verið velkomin á 52. fund sveitastjórnar Þingeyjarsveitar. Við erum stödd hérna í nýja stjórnsýsluhúsinu á Laugum sem fékk nafn á síðastliðinn föstudag. Heitir nú Þingey, því fallega nafni. Mættir í dag eru Gerður Sigtryggsdóttir, Knútur Emil Jónasson, Árni Pétur Hilmarsson, Arnór Benónísson, Úlla Árdal í fjarveru Jónu Bjargar Hlöðversdóttur, Guðrún Sigríður Tryggvadóttir í fjarveru Ragnhildar Hólm Sigurðardóttur, Eyþór Kári Ingólfsson, Halldór Þorlákur Sigursson, Haraldur Bóasson og starfsmenn fundarins eru Ragnheiður Jóna sveitarstjóri og Margrét Hólm sviðsstjóri fjármál og stjórnsýslu. Eru einhverja athugasemdir við fundaboð? Svo ekki. Þá ávinnum við göngu til dagskrár, óskaði eftir því að tekið verði fyrir í dag sem mál númer 20 með afbrigðum samþykktir Þingeyjarsveitar, samþykktir stjórn og fundarsköp Þingeyjarsveitar. Er það samþykkt? Það er samþykkt og þá göngum við til dagskrár. Og fyrst á dagskrán í dag, eins og vanalega, er skýrsla sveitarstjóra. Ragnheiður Jón og gera svo vel. Takk fyrir, oddviti og ágætu sveitarstjórnarfulltrúar. Enn gætir árstíðabundinni sveiflu íbúatölu og er íbúar núna 1543 en voru 1555. Á síðasta sveitarstjórnarfundi hefur því fækkað 12. Vinna við gerð fjárhagsáætlunar hefur tekið mikinn tíma hjá starfsfólki síðasta mánuð, en nú sjáum við fyrir endan á þeirri vinnu og verður tekin fyrri umráða fjárhagsáætlun 2025 og 3 ára áætlun hér á eftir. Síðastliðinn föstudag var íbúum og gestum boðið til formlegar opnunar á stjórnsýsluhúsinu sem fékk nafnið Þingey, eins og Gerður kom inn á hér áðan. Var þetta afar velheppnaður dagur og heimsótti okkur fjöldi manns sem var mjög ánægjulegt. Nokkur vinna hefur verið hjá starfsfólki skrifstofunar vegna undirbúningskosninga og utankjörfunda atkvæðagreiðslu. Er þetta hrein viðbót við dagleg störf starfsfólksins og ber að þakka að þau séu tilbúin til að taka þetta að sér til viðbóndar við hefðbundin störf. Unnið hefur verið að gera þjónustustefnu fyrir sveitafélagið líkt og kveðið er á í sveitarstjórnarlögum og skal sveitarstjórn samhliða fjárhagsáætlun móta stefnu fyrir komandi ár og næstu 3 ára eftir það þjónustustig sem sveitafélagið hyggst halda upp í sveitafélaginu. Stefnan er lögð fram til fyrri umræðu hér í dag. Nú í mánuðinum stóð umhverfisnefnd fyrir 4 íbúafundum meðhöndlun á lífrænum úrgangi. Með nýju lögunum er óheimilt að urða lífrænan úrgang með öðru sorpi og því þurfa að finna nýja leiðir og þar sem sorphringurinn eru 1100 kílómetrar þykir sá kostur að sækja lífrænan úrgang á öll heimili ekki vera fýsilegur. Voru fundirnir vel sóttir og gagnlegir fyrir nefndina sem kynnti nokkra leiðir sem þau hafa verið að skoða og munu þau vinna málið áfram og leggja tillögu fyrir sveitarstjórn. Þessi vinna hjá okkur hefur vakið athygli og hafa nokkur sveitafélög sýnt þessu verkefni mikinn áhuga og eru að skoða svipaðar leiðir og er verið að gera hér og fá þau að fylgjast með framgangi verkefnisins hjá okkur. Fatasöfnun Rauða krossins verður hætt hér á svæðinu frá og með 1. desember og hefur sviðsstjóri umhverfis- og framkvæmdasviðs verið að vinna að lausn með terra en sveitafélögunum ber lagaleg skylda til að safna textíl. Hafinn undirbúningur að því að auglýsa eftir veiðimönnum vegna nýrra samninga minka og refaveiðar. Það er búið að ganga frá rúmlega 40 samningum snjómokstur í sveitafélaginu, svo nýjung var að íbúar gátu sótt að moka eigin heimreiðar, voru settar fram ákveðna kröfur varðandi búnað og voru 20 aðilar sem fengu samning þar Það er hafin vinna við deiliskipulag við Aldeyjarfoss og Hrafnabjargafoss sem sveitafélagið fékk styrk úr framkvæmdasjóði ferðamannastaða og komu starfsmenn sem vinna verkefninu og skoða aðstæður hér daginn. Hafa boðin út vinna við deiliskipulag fyrir Lauga og hafa borist 2 tilboð sem verða lögð fyrir byggðaráð til yfirferðar. Ýmsar framkvæmdir hafa verið að standa yfir og nýlega var fyllt í gömlu pottana á sundlaugarbotnin við íþróttamiðstöðinni Mývatnssveit. Var það gert vegna slysahættu barna en fjölmargar kvartanir hafa borist til sveitafélagsins vegna þessara hættu. Auglýst var eftir styrkjum til íþrótta og æskulýðsstarf og verður hér tillaga íþrótta, tómstund og menningarnefndar tekin fyrir hér í dag.
Einnig verið tekin fyrir tillaga nefndarinnar styrki til menningarstarfs. Það er ánægjulegt frá því að segja að nú er búið að ráða starfsmann við félagsstarf eldri borgara í Mývatnssveit, en búið að vera að auglýsa starfið án árangurs frá því í haust. Ég hef ásamt Erni sparisjóðsstjóra Sparisjóðs Suður-Þingeyinga fundað með áhugasömu aðilum sem hyggjast komin í Kjarna og við höfum unnið þarfagreiningu með þessum aðilum varðandi húsnæðið. Og við munum halda þessari vinnu áfram núna á næstu vikum. Ég og Oddviti sátum fund með fulltrúa byggðastofnunar vegna fjárfestingafélags Þingeyinga þar sem rædd var aðkoma byggðastofnunar að félaginu. Við buðum nágrönnum okkar hér í Krílabæ í heimsókn í stjórnsýsluhúsið og var það virkilega gaman að fá þau í heimsókn og sýna þeim húsið og það var glatt á hjalla þennan dag þennan morgun sem þau komið til okkar. Ég og Oddviti fórum á haustfund Landsvirkjunar og í sömu ferð áttum við afar góðan fund með Íslandsstofu þar sem við kynntum þau fjölmörgu tækifæri sem sveitarfélagið hefur upp á að bjóða fyrir fjölbreytta atvinnustarfsemi. Ég átti líka fund með ráðgjöfum okkar hjá Arkur út af stefnumótinu og er hún nú tilbúin og verður kynnt fyrir sveitarstjórn og í framhaldi verður hún tekin fyrir á næsta fundi sveitarstjórnar. Ég satt einnig árlega ráðstefnu almannavarnasviðs ríkislögreglustjóra þar sem meðal annars var fjallað endurbætt lög almannavarnir og hlutverk og ábyrgð sveitarfélagana þegar vá stendur yfir. Fyrr á árinu var samið við Eflu úttekt á veitum sveitarfélagsins. Nýlega var haldinn fundur þar sem drög að skýrslunni voru kynnt og liggur hún í athugasemdaferli hjá starfsmönnum og í framhaldi verði gefin út lokaskýrsla sem verður kynnt fyrir sveitarstjórn. Ég og sviðsstjóri fjármálastjórnsýslusvið sátum kynningafundum viðverukerfið vinnustund en á næsta ári stendur til að taka upp viðverukerfi hjá sveitarfélaginu. Ég hef ásamt framkvæmdastjóra SSNE komið að ráðningu sameiginlegs starfsmanns sem mun hafa starfsstöð í Gíg í Mývatnssveit. Ég átti fund með fulltrúum þekkingarnetsins þar sem rætt var mögulegt fyrirkomulag og samvinnu milli þekkingarnetsins og sveitarfélagsins Gíg og Þingey. Við sem sitjum í starfshópi atvinnumál með Landsvirkjun sátum fund með fulltrúum Landsvirkjunar og stefnt að vinnufundi nú í desember þar sem kynnt verður greiningavinna ráðgjafa Landsvirkjunar á atvinnutækifærum í sveitarfélaginu. Ég og Oddviti vorum boðaðar á fund hjá Akureyrarbæ vegna gerðar eigandastefnu Akureyrarbæjar. Voru allir hagaðilar boðaðar á fund þar sem þeir var kynnt stefnað og óskað eftir samstarfi á grundvelli hennar og þeirra fyrirtækja sem sveitarfélagið á í með Akureyrarbæ og þar er að ræða okkar eignarhlut í Norðurorku. Við vorum 3 sem sátum fund Veltek heilbrigðis- og velferðartækni en Veltek er ætlað að efla heilbrigðis- og velferðarþjónustu með því að stuðla að innleiðingu á velferðartækni með markvissum hætti og vinna að auknu samstarfi sveitarfélaga og stofnana á Norðurlandi. Ég hef setið 2 stjórnarfundi SSNE frá síðasta fundi sveitarstjórnar og var annar þeirra staðfundur þar sem Hörgársveit var heimsótt og fengum við kynningu á sveitarfélaginu og skoðum skóla og leikskóla. Þar er núna verið að breyta gamla heimavistahúsnæðinu í kennslustofur og var fyrri áfanginn að þeirri breytingu tekin í notkun núna í haust og einnig var verið að stækka leikskólan og fengum við að skoða þessar breytingar. Ég hef setið 2 upplýsingafundi sambands íslenskra sveitarfélaga vegna kjaraviðræðna við KÍ og ég átti fund líka vegna samnings barnaverndarþjónustu sem er tekin fyrir hér á fundinum í dag. Og ég og sviðsstjóri umhverfissviðs sátum kick-off-fund með umferðaröryggisáætlun fyrir sveitarfélagið og gott að sú vinna er farin af stað. Samráðsfundur sambands íslenskra sveitarfélaga og sveitarstjóra var á sínu stað og þar voru meðal annars rædd kjaramál og fleira. Stjórnir SSNE og Austurbrúar sátu fund með fulltrúum framboða til alþingiskosninga. Ég satt fund náttúrustofur þar sem var úttekt á starfsemi stofana og samantekt fundna sem haldi voru fyrr á árinu og hins vegar sviðsmyndir og mat forstöðumanna á þeim. Það var fundur í stýrihópi Gaums þar sem meðal annars var farið yfir uppfærða vísa og fulltrúar Landsvirkjunar fóru yfir breytingar sem er verið að skoða á verkefninu. Við mánaðarlega sveitarstjóra Norðurland eystra var á sínum með SSNE var á sínum stað og auk þess hefur setið fjölmarga fundi og fengið fjölmörg símtöl og heimsóknir
Og svo verðum við líka að hafa gaman og við erum svo heppin að hafa tónlistakennara hér vinni í húsinu og hann byrjaður að kenna starfsmönnum skrifstofunar ukulele og var fyrsti tíminn í gær og stefnir að því að hafa tíma hálfsmánaðarlega og aldrei að vita hvað á eftir að koma út úr þessum stífu æfingum sem verða hér á næstunni. En þetta svona það helsta frá síðasta fundi sveitarstjórnar. Við þökkum Ragnheiði Jónu fyrir mjög upplýsandi og umfangsmikla skýrslu. Næsta dagskrá fjárhagsáætlun fyrir 2025 og árin 3 þar á eftir. Hún lögð hér fram til fyrri umræðu og með leyfi varaoddvita þá vil gera örstutta grein svona fyrir vinnunni. En í ágúst og september var unnið að forsendum og markmiðum með áætlunarvinnunni. Fundir voru haldnir með forstöðumönnum og sviðsstjórum í annarri viku september. Minnisblað lagt fram í byggðaráði 19. september og staðfest af sveitarstjórn 27. september þar sem gerð var grein fyrir forsendu fjárhagsáætlana sveitarfélaga árin 2025 til 2028. Þær forsendur eru gefnar út af Sambandi íslenskra sveitarfélaga og hafa verið uppfærðar síðan þá. Þessar forsendur fjárhagsáætlunar ásamt útsvarsprósentu var samþykkt á fundi sveitarstjórnar 24. október. Vinnufundir sveitarstjóra, sviðsstjóra fjármála og þeirra starfsmanna sem málið varðar ásamt fundum í nefndum fóru fram í október og nóvember. Drög af gjaldskrám voru senda til umsagnar fastanefndar fyrir fundi þeirra í október og nóvember. Vinnufundir sveitarstjórnar og aukins byggðaráðs haldnir í nóvember. Ítarleg yfirferð gjaldskráa og fjárhagsáætlunar í sveitarstjórn og auknu byggðaráði seinni hluta nóvember eftir að umsagnir fastanefnda bárust. Eins og áður sagði þá hér að ræða fyrri umræðu og síðari umræða verður í sveitarstjórn þann 12. desember sem verður jafnframt síðasti áætlaði fundur sveitarstjórnar á árinu. Nú í upphafi áætlunarvinnunnar var samþykkt að almennar gjaldskrár skyldu hækkaðar 4,4% í samræmi við verðlagsspár Seðlabanka, Hagstofunnar og greiningaraðila en gjaldskrár sem snertu barna, fjölskyldur og viðkvæma hópa skyldu hækkaðar minna eða 2,5%. Eftir því sem á hefur liðið hafa verðbólguspá farið lækkandi fyrir næsta ár og í dag birtist 12 mánaða verðbólga sem nú komið niður fyrir 5% eða 4,8% og hefur ekki mælst svo lág síðan í nóvember 2021. Sveitarstjórn hefur því endurskoðað fyrir ákvörðun sína hækkun almennra gjaldskráa úr 4,4% niður í 4%. Nú, orðið laust ef einhver vill taka til máls undir þessum lið. Svo ekki, þá eftirfarandi bókun lesin hér upp til staðfestingar. Sveitarstjórn samþykkir að vísa framlagðri fjárhagsáætlun fyrir árið 2025 ásamt 3 ára áætlun fyrir árin 2026 til 2028 og undir fyrirtækja til síðari umræðu. Og þeir sem geta samþykkt það, vinsalast gefið merki. Það samþykkt samhljóða. 3. dagskrárliður í dag eru gjaldskrár og þær eru lagðar fram til umræðu gjaldskrár þingeyjarsveitar fyrir árið 2025. Gjaldskrár til fyrri umræðu eru gjaldskrá gatnagerðargjalda ásamt gjaldskrá skipulags- og byggingafulltrúa, gjaldskrá brunavarna Þingeyjarsveitar, gjaldskrá Flateyjarhafna og Skjálfanda, gjaldskrá fráveitugjalda, gjaldskrá vatnsveitugjalda, gjaldskrá hitaveitu Reykdæla, Stórutjörnum, Kaltvatn og fráveitu, gjaldskrá hitaveitu Reykjahlíðar, gjaldskrá hunda, katta og fiður fjárhalds í Þingeyjarsveit, gjaldskrá hreinsunar, tæmingar og eftirlit með rotþróm, gjaldskrá sorphirðugjalda. Þessar gjaldskrár þurfa að fara í aðra umræðu og síðan til birtingar í B-deild stjórnartíðenda
Nú orðið laust ef einhver vill taka til máls þessar gjaldskrár. Svo ekki gjaldskrár til einnar umræðu og það gjaldskrár sem að liggur fyrir að við staðfestum í dag. Það eru gjaldskrár leikskóla Þingeyjarsveitar, gjaldskrár mötuneyta grunn- og leikskóla Þingeyjarsveitar, gjaldskrár íþróttamiðstöðva Þingeyjarsveitar, gjaldskrár heimaþjónustu Þingeyjarsveitar, gjaldskrár tónlistaskóla Þingeyjarsveitar, leika og húsnæði skóla, gjaldskrár félagsheimila Ídalir og gjaldskrár félagsheimila Skjólbrekku, gjaldskrár félagsheimili Ljósvetningabúð og Breiðumýri, gjaldskrár Þeistareykjaskála, gjaldskrár vegna útleigu á borðbúnaði og áhöldum félagsheimila, gjaldskrár áhaldahús, gjaldskrár malarnámna, gjaldskrár búfjárhald og varsla og gjaldskrár fasteignaskatts ásamt reglum afslætti af fasteignaskatti. Og orðið laust ef einhver vill taka til máls almennar gjaldskrár. Og svo ekki. Þá göngum við til atkvæða og fyrir liggur að vísa eftirtöldum gjaldskrám til síðari umræðu og það eru gjaldskrár gatnagerðargjalda, þeir sem geta staðfest eða samþykkt að eftirfarandi gjaldskrám verði vísa til síðari umræðu og þær eru gjaldskrá gatnagerðargjalda ásamt gjaldskrá skipulags- og byggingafulltrúa, gjaldskrá brunavarna Þingeyjarsveitar 2025, gjaldskrá Flateyjar hafnar á Skjálfandaflóa 2025, gjaldskrá fráveitugjalda 2025, gjaldskrá vatnsveitugjalda 2025, gjaldskrá hitaveitu Reykdala, Stórutjörnum, Kalt vatn og fráveitan 2025, gjaldskrá hitaveitu Reykjahlíðar 2025, gjaldskrár hunda, katta og fiðurfjárhalds í Þingeyjarsveit 2025, gjaldskrár hreinsun, tæming og eftirlit með rotþróm 2025, gjaldskrár sorphirðugjalda 2025. Þeir sem að geta samþykkt að þessar framangreindar gjaldskrár þeim verði vísað til síðari umræðu, vinsamlegast gefið merki og það samþykkt samhljóða. Síðan koma gjaldskrár sem að krefjast einnar umræðu áður en þær eru samþykktar af sveitarstjórn og ég mun bera upp hverja á eina gjaldskrá og bið ykkur að gefa merki samþykkt eða ekki. Fyrsta lagi gjaldskrá leikskóla Þingeyjarsveitar 2025. Hún samþykkt samhljóða. Gjaldskrá mötuneyta grunn- og leikskóla Þingeyjarsveitar 2025. Samþykkt samhljóða. Gjaldskrá íþróttamiðstöðva Þingeyjarsveitar 2025. Hún samþykkt samhljóða. Gjaldskrá heimaþjónustu Þingeyjarsveitar 2025. Samþykkt samhljóða. Gjaldskrá tónlistarskóla í Þingeyjarsveit 2025. Samþykkt. Gjaldskrá leigu á húsnæði skóla 2025. Samþykkt. Gjaldskrá félagsheimilisins Ídala. Samþykkt. Gjaldskrá félagsheimilisins Skjólbrekku 2025. Samþykkt. Gjaldskrá félagsheimilina Ljósvetningabúðar og Breiðumýrar. Samþykkt. Gjaldskrá Þeistareykjaskála 2025. Hún samþykkt. Gjaldskrá vegna útleigu að borðbúnaði og áhöldum félagsheimila 2025. Hún samþykkt. Gjaldskrá áhaldahús 2025. Hún samþykkt. Gjaldskrá malarnáma 2025. Hún samþykkt. Gjaldskrá fasteignaskatts 2025 ásamt reglum afslætti af fasteignaskatti og hún samþykkt. Þannig að sveitarstjórn samþykkir framlagðar gjaldskrár og felur sviðsstjóra fjármála og stjórnsýslu sviðs að birta þær á heimasíðu sveitarfélagsins. Fjórði liður, það vindu okkur í fjórða lið og það barnamenntaþjónusta Eyjafjarðar, samningur Akureyrarbæjar og Langanesbyggðar, Norðurþings, Tjörneshrepps og Þingeyjarsveitar. Fyrir sveitarstjórn liggja drög að samningi barnaverndarþjónustu á Norðurlandi eystra ásamt fylgiskjali með samningi fullnaðar afgreiðslu mála
hjá barnaverndarþjónustunni á Norðurlandi eystra. Þessi samningsdrög eru lögð hér fram til fyrri umræðu og orðið er laust ef einhver vil taka til máls. Og svo er ekki. Drög að bókun er eftirfarandi: sveitarstjórn samþykkir framlögð samningsdrög og vísar þeim til annarar umræðu. Þeir sem geta samþykkt það geta gefið merki og það er samþykkt samhljóða. Þá vindum okkur í 5. lið, það er friðlýsing Hverfjalls, tilnefning í samstarfshóp. Fyrir sveitarstjórn liggur boð frá Umhverfisstofnun tilnefningu í samstarfshóp við gerð stjórnunar og verndaráætlunar fyrir Hverfjall, samkvæmt 81. grein laga nr. 60/2013 náttúruvernd. Ber Umhverfisstofnun að gera áætlanir í samvinnu við eigendur svæða, Náttúrufræðistofnun, viðkomandi sveitarstjórnir og eftir atvikum aðrar fagstofnanir. Lög kveða þó á að samþykki sveitarstjórnar á stjórnunar og verndaráætlun líkt og kveðið er á bíddu nú við. Lög kveða þó ekki á Lög kveða þó ekki á samþykki sveitarstjórnar á stjórnunar og verndaráætlun líkt og kveðið er á vegna friðlýsinga. Ef sveitarfélagi kýs að tilnefna ekki fulltrúa í samstarfshóp mun eftir sem áður tillaga stjórnunar og verndaráætlun verða send sveitarfélaginu til umsagnar ásamt því sem hægt er að kynna efni hennar fyrir þeim fulltrúum sveitarfélagsins sem þess óska í tengslum við kynningar og umsagnarferli. Og orðið er laust ef einhver vill taka til máls undir þessum lið. Og það er enginn sem kveður sér hljóðs. Til eftirfarandi drög eða tillaga að bókun ætlar oddviti að lesa upp og hún er eftirfarandi: sveitarstjórn þakkar erindið og telur ekki þörf á að tilnefna fulltrúa í samstarfshóp til stjórnunar og verndaráætlunar friðlýsingar Hverfjalls en óskar eftir að fá áætlunina til umsagnar. Sveitarstjórn Þingeyjarsveitar harmar að vinna við stjórnunar og verndaráætlun Mývatns og Laxár sé ekki hafin þrátt fyrir margítrekkaða beiðnir þar Sveitarstjórn hvetur Umhverfisstofnun til að hefja vinnu við áætlunina án tafar en núgildandi áætlun rann út árið 2016. Þeir sem geta tekið undir þessa bókun vinsamlega gefið merki. Og hún er samþykkt samhljóða. 7. liður á dagskrá, það er félagsþjónusta Norðurþings, uppfærður samningur almenna félagsþjónustu, almenna og sértæka félagsþjónustu og fyrir sveitarstjórn liggja drög að uppfærðum samningi almenna og sértæka félagsþjónustu við Norðurþing og þetta, með leyfi var oddvita, þá er þarna er eingöngu verið að breyta samningi sem áður hefur verið í gildi þar sem að barnaverndarþjónusta var áður inni í samningi við Norðurþing en hefur nú verið færð til barnaverndarþjónustu Norðurlands eystra eins og framkom hér í 4. dagskrálið að því ég tel og þannig að þetta eru einu breytingarnar og eru lagð hér fram drög. Er einhver sem vil taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki. Drög að bókun er eftirfarandi: sveitarstjórn samþykkir fyrirliggjandi samningsdrög og felur sveitarstjóra að undirrita samningin fyrir hönd sveitarfélagsins. Bíddu nú við, nei, ég fór aðeins svo langt, ég bið afsökunar, það var ekki þessi bókun sem ég ætlaði að lesa upp, heldur er hún eftirfarandi: tillaga að bókun, sveitarstjórn samþykkir uppfært drög að þjónustusamningi við Norðurþing og felur sveitarstjóra að undirrita hann fyrir hönd sveitarfélagsins. Og þeir sem geta samþykkt hann gefið vinsamlegast merki og það er samþykkt af öllum. Þá komum við að enn einu samkomulaginu og það er vegna samkomulag þjónustu vegna farsældar barna. Fyrir sveitarstjórn liggja drög að framlengdu samkomulagi við Norðurþing samþættingu þjónustu í þágu farsældar barna samkvæmt lögum nr. 86/2021 sem tóku gildið þann 1. janúar 2022. Samkomulagi gildir frá 1.1.2025 til 30. júní 2026 samkvæmt þessari framlengingu. Og orðið er laust ef einhver vill taka til máls. Og
Svo ekki og þá lagt til eftirfarandi bókun að sveitarstjórn samþykki fyrirliggjandi samningsdrög og feli sveitarstjóra að undirrita samningin fyrir hönd sveitarfélagsins. Og þeir sem geta samþykkt það, vinsamlegast gefi merki. Það samþykkt samhljóða. Þá komið að 8. dagskrárlið. Það eru lóða úthlutunarreglur. Það eru lögð fram drög að reglum úthlutun lóða í Þingeyjarsveit. Skipulagsnefnd vísaði drögunum til staðfestingar sveitarstjórnar á 30. fundi sínum og orðið laust ef einhver vill taka til máls undir þessum lið. Svo ekki. Eftirfarandi drög að bókun eru að sveitarstjórn samþykki framlegða reglur úthlutun lóða í Þingeyjarsveit og þeir sem geta samþykkt vinsamlegast gefið merki. Það samþykkt samhljóða. Og í framhaldi af þessum lið samþykkt lóða úthlutunar regluna 9. dagskrárliður. Það erindi skipulagsnefndar. Í ljósi nýrra reglna úthlutanir lóða lögð fram tillaga að breytingu á erindisbréfi skipulagsnefndar. Þar sem að við bætist 8. málsgrein í 3. grein hlutverk nefndarinnar að gera tillögu til sveitarstjórnar úthlutun lóða í samræmi við gildandi aðal- og deiliskipulag. Einhverjir sem vilja taka til máls undir þessum lið. Og svo ekki. Og þeir sem geta samþykkt þessa bókun að samþykkja tillögu breytingu á erindisbréfi skipulagsnefndar eins og hér var tilgreint, vinsamlegast gefið merki það. Og það samþykkt samhljóða. 10. dagskrárliður, það þjónustustefna 2025 til 2028. Þetta ekki fyrir næsta ár? Já, næstu 3 ár. Næstu 3 ár. Og samkvæmt sem að sveitarfélögum ber að leggja fram og taka til umræðu leið og fjárhagsáætlun. Og endurskoða árlega. En þjónustustefnan hér lögð fram til umræðu, fyrri umræðu, drög að stefnunni og orðið laust ef einhver vill taka til máls. Arnór, gjörðu svo vel. Það gengur ekki. Gerðum við móð. Oddviti. Já, ég vildi koma upp undir þessum lið bara fyrst og fremst til þess að vekja athygli á því sem líkst upp fyrir manni þegar maður les þessi drög að þjónustustefnunni, hversu viðamikla þjónustu sveitarfélagið veitir. Og það mjög mikilvægt að íbúarnir taki þátt í að móta þessa stefnu og ef þetta verður sett núna í íbúasamráð, ef ég skil máli rétt að íbúarnir taki þátt og lesi þetta vel yfir, komi sínar tillögur af því að þetta raunar sáttmálin milli íbúa og sveitarstjórnar það hvernig þjónustu við viljum að sveitarfélagið okkar veiti. Og enn ítrekka ég það að við veitum mjög umfangsmikla þjónustu og í sumum tilfellum veitum við lögmæta þjónustu þó hún sé ekki lögskyld og það finnst mér ánægjulegt að sjá. Þannig ég vil bara enn og aftur hvetja íbúa til að taka þátt í þessari vinnu. Þetta okkar sáttmáli, þetta leiðin til þess að hafa áhrif. Takk fyrir mig. Arnór hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Knútur, gjör svo vel. Bara stefna. Já. Sá þetta stemdi óöfn. Áttið til sveitarstjórnar fólk og því við erum líka ræða hérna fjárhagsáætlun þá gaman að fá að skjóta því að eins og einhver ágætur ráðgjafi sagði hérna fyrir nokkru við þurfum að hugsa okkur hvað við viljum bæta og hvað við viljum gera nýtt og við þurfum líka að hugsa hvort við getum gert minna af einhverju og sleppt einhverju svo að fjárhagsáætlun gangi nú upp. Knútur hefur lokið sínu máli. Eru fleiri? Arnór, gjörðu svo vel.
Já, bara aðeins til að ítreka, ég skil alveg hvað Knútur að fara, en mín hugsun hefur ævinlega verið þessi: við bætum í þjónustuna og svo útvegum við fjármagn til þess að veita hana. Það er hugsunin sem við þurfum að hafa, við þurfum að bæta, það er framundan, við þurfum að bæta þjónustuna. Sveitarfélög eru auðvitað í samkeppni íbúa. Eitt af því sem að nýjir íbúar horfa til, það er hvað þjónusta er vitt í sveitarfélögum sem er alltaf að fara í. Og á það þurfum við að horfa. Hitt er svo viðfangsefni okkar að útvega fjármagn til að standa undir þessari þjónustu. Eins og Jón Ásgeirsson, fyrrverandi dagskrárstjóri Sjónvarpsins, sagði kringum 1970, þegar að útvarpsráð var að kvarta yfir hvað hann eyddi miklum peningum, þá sagði hann: ég held að ég hef verið ráðinn til þess að eyða peningum og þig til að útvega þá. Já, Arnór hefur lokið máli sínu og hérna eru fleiri sem að vilja taka til máls. Það er alveg ljóst að stíflan hefur brostið og Knútur, gjörðu svo vel. Óttu til sveitastjórnarfólk fólk, það bregst ekki, það hleypur fram hér fólk að vinstra með yfir miðjuna og vil fara að sofa undan peningum. Bara við maður gæta aðhalds. Takk. Ég spyr bara hvaðan mér er alveg í flokk. Já, það er gaman að þessu. Með leyfi varátvita, ég bara tek undir það sem hér hefur komið fram, að það er einstaklega bara ánægjulegt að lesa þjónustustefnuna. Það er gaman að sjá þarna svona á einum stað öll þessi verkefni, fjölbreyttu verkefni sem á sveitarfélag eru lögð, og ekki síður gaman að sjá hvað við erum í rauninni að sinna fjölbreyttum verkefnum sem eru lögheimil en ekki lögskyld. Og talandi peninga, þá eru náttúrulega 2 verkefni sem að Þingeyjarsveit hefur sinnt langa hríð og mun gera áfram, en það er heimreiðamokstur og var náttúrulega líka, honum var sinnt líka í Skútustaðahreppi, og hérna án kostnaðar fyrir íbúa, og síðan er það fríar máltíðir fyrir leikskólabörn. Og náttúrulega í fjöldamörg ár hafa skólamáltíðir verið fríar í sveitarfélaginu. Nú er það orðið lögskylt, en áfram verður Þingeyjarsveit með fríar skólamáltíðir, leikskólamáltíðir. Og þetta er alls ekki gefið mál. En einmitt þetta kostar peninga, og eins og hefur komið fram að þá er það okkar hlutverk að finna þessa peninga, og það er stundum svolítið erfitt í sveitarfélög. Það er ekki allast til þess að við séum svona í samkeppnisrekstri eða ekki allavega rekstri í samkeppni við íbú okkar. Þannig að ef ekki bara segja að við höldum áfram ótrauð í því að fjölga íbúum, af því það er það sem að býr til tekjurnar fyrir sveitarfélagi. Þannig að við getum blómstrað og hérna sinnt sem bestri þjónustu. Takk. Eru fleiri sem að vilja taka til máls? Nei, svo er ekki. Þá er lagt til að sveitarstjórn samþykki að vísa þjónustustefnu Þingeyjarsveitar til seinni umræðu og jafnframt felur sveitarstjóra að setja drögin í opið íbúasamráð á heimasíðu sveitarfélagsins, og vinsamlegast gefið merki þeir sem að samþykja. Það er samþykkt samhljóða. 11. liður á dagskrá í dag er tilkomin vegna slita héraðsnefndar, og þar er lögð fram tillaga vegna náttúruverndarnefndar. Fyrir sveitarstjórn liggur erindi frá slitastjórn héraðsnefndar Þingeyinga, BS, er varðar framtíð náttúruverndarnefnd Þingeyinga. Með leyfi varátvita þá hefur héraðsnefndin sem sagt haft, undir henni hefur náttúruverndarnefnd Þingeyinga starfað. Vegna slitana þá sem að öll aðildasveitarfélög héraðsnefndarinnar hafa samþykkt, að þá er hér talað að hlutverk náttúruverndarnefndanna muni færast til hvers og eins sveitarfélags, og þá væntanlega undir hatt umhverfisnefnda eða sambærilegra nefnda sveitarfélagana. Nú orðið er laust ef einhver takk til máls. Allir búnir. Það eru allir búnir, hefur mér sagt. Og þá er tillaga að eftirfarandi bókun er: sveitarstjórn samþykkir að hlutverk náttúruverndarnefndar Þingeyjarsýslu færist til sveitarfélagsins og verði eitt af verkefnum umhverfisnefndar.
Sveitarstjórn felur sviðsstjóra fjármála og stjórnsýslusviðs að gera tillögu að breytingu á erindisbréfi nefndarinnar vegna þessa og leggja fyrir næsta fund sveitarstjórnar. Þeir sem geta samþykkt þessa bókun eru vinsamlega spennir að gefa merki og það samþykkt samhljóða. Þá það 12. liður og það erindi frá sundlaugarnefnd eða meirihluta sundlaugarnefndar. Það óskum fjárveitingu til uppfærslu eldri gagna. Fyrir sveitarstjórn liggur beiðni frá Haraldi Bóassyni fyrir hönd meirihluta sundlaugarnefndar fjárveitingu til uppreiknings og frekari greiningar á eldri gögnum frá KPMG varðar rekstur sundlaugar í Mývatnssveit og fyrir liggur tilboð frá KPMG í greiningu á kostnaði við slíka uppfærslu og hljóðar það upp á 350 til 500.000. Nei. Þetta hefur aðeins verið uppfært síðan, það ekki rétt? Jú. Já. Þegar ég biðst afsökunar, þannig þetta var ekki alveg rétt það sem ég var að lesa upp. Það sem sagt, þetta rétt að það liggur fyrir tilboð frá KPMG í greiningu á kostnaði við slíka uppfærslu sem hljóðar upp á 350 til 500.000. Einnig liggur fyrir beiðni frá meirihluta sundlaugarnefndar alltaf 500.000 til greiningar vinnu á byggingakostnaði. Orðið laust ef einhver vill taka til máls. Haraldur, gjör svo vel. Já, oddviti, góða fundamenn. Samkvæmt erindisbréfi sundlaugarnefndar var það hlutverk okkar að fara yfir þá skýrslu sem gerð var 2020 og við erum búin að funda 3 sinnum og hugmyndin var svo núna að fá þessar greiningar gerðar annars vegar frá KPMG og hins vegar frá Form teknistofu á Akureyri varðandi byggingakostnað og vonustu til að það sé hægt að klára það núna fyrir áramót allavega. Þá getum við kannski farið að ræða það hvernig þetta myndi líta út ef það er farið af stað í þessa framkvæmd og svo já, þannig að við reiknum með að reyna að klára fyrir áramót. Takk. Haraldur hefur lokið máli sínu, eru fleiri sem vilja taka til máls? Og svo ekki þannig að þeir sem geta samþykkt allt að 1.000.000 króna fjárveitingu í þessa greiningavinnu sem fjármögnuð yrði á handbæri fé og tekin af lið 21.898 9490 vinsamlega skefið merki það. Það samþykkt með 7 atkvæðum og það eru 2 sem að sitja hjá, Árni Pétur og Guðrún Tryggva. Þrettándi liður á dagskránni í dag fyrir sveitarstjórn liggur erindi frá forsvarsmanni fyrirtækisins Úr Héraði EHF varðar leigu á félagsheimilinu á Breiðumýri 2025 og orðið laust ef einhver vil taka til máls. Knútur, gjör svo vel. Oddviti, sveitarstjórn fólk, þarna einhver tækifæri sem vert að kanna en auðvitað þurfum við líka að huga svolítið að hlutverki húsanna og gagnvart öðrum íbúum. Sjálfsagt að skoða og sjá hvort á einhvern hátt hægt að samtvinna þetta. Takk. Fleiri sem að vilja taka til máls undir þessum lið? Svo ekki með leyfi vara oddvita, þá tek ég bara undir með Knúti með það að þetta þarf bara að skoðast þessu önnur erindi en ég tek það fram að varðandi svona langtíma leigu, eða nú þarna verið að tala samfellda leigu á félagsheimili í 5 mánuði, að þá það stefna sveitarstjórnar að 5 mánuði, að þá er það stefna sveitarstjórnar að 5 mánuði, að þá er það stefna sveitarstjórnar að 5 mánuði, að þá er það stefna sveitarstjórnar að 5 mánuði, að þá er það stefna sveitarstjórnar að 5 mánuði, að þá er það stefna sveitarstjórnar að 5 mánuði, að þá er það stefna sveitarstjórnar að 5 mánuði, að þá er það stefna sveitarstjórnar að 5 mánuði, að þá er það stefna sveitarstjórnar að 5 mánuði, að þá er það stefna sveitarstjórnar að 5 mánuði, að þá er það stefna sveitarstjórnar að 5 mánuði, að þá er það stefna sveitarstjórnar að 5 mánuði, að þá er það stefna sveitarstjórnar að 5 mánuði, að þá er það stefna sveitarstjórnar að 5 mánuði, að þá er það stefna sveitarstjórnar að 5 mánuði, að þá er það stefna sveitarstjórnar að 5 mánuði, að þá er það stefna sveitarstjórnar að 5 mánuði, að þá er það st
að leigja ekki eða selja eignir sveitafélagsins nema undangenginu auglýsingu, þannig að við myndum alltaf fara fram á það að mínu mati. Takk. Eru fleiri sem að vilja taka til máls? Svo er ekki nú eftirfarandi bókun er hér til staðfestingar. Í samræmi við stefnu sveitastjórnar þá verða félagsheimili í eigu sveitafélagsins ekki leigð út samfellt til lengri tíma án undangenginnar auglýsingar. Sveitastjóra er falið að funda með bréfritara vegna málsins og þeir sem geta samþykkt þessa bókun gefið merki um það og hún er samþykkt samhljóða. Og 14. liður er frá sama aðila, það er erindi frá Úr héraði EHF til sveitastjórnar, erindi þar sem að óskað er eftir því að taka á leigu norður enda Iðnbæjar hér á Laugum. Og orðið er laust ef einhver vill taka til máls. Árni Pétur, gerðu svo vel. Já, oddviti, ágætt sveitastjórnar fólk. Mér finnst þetta illa koma til greina. Við erum nú þegar með þennan part í notkun fyrir starfsemi sveitafélagsins. Þetta er áhaldahús og ef að við myndum leigja þetta frá okkur þá þýðir það að við þurfum að finna annan stað eða leggja í kostnaði við það að leysa mál áhaldahús með öðrum hætti. Þannig að ég tel þetta ekki vera fýsilegt fyrir sveitafélagið. Takk fyrir. Eru fleiri sem að vilja taka til máls og Knútur, gerðu svo vel. Oddviti, ágætt sveitastjórnar fólk. Það er alveg rétt, þarna er húsnæði sem við erum með í brúki og þarf þyrfti að leysa á annan hátt, þannig að þetta er ekki að svo komnu máli eitthvað sem að hægt er að hoppa til. En það er ekkit óákjósanlegt að þarna verði kannski meira af starfsemi af þessari tegund á þessum stað. Þannig að þetta er eitthvað kannski sem er alveg hægt að kanna. En ég sé svo sem ekki fljótu bragði lausnir fyrir áhandahúsinu en það þarf að fara svolítið vel yfir það. Eru fleiri sem að vilja taka til máls? Svo er ekki, þannig að tillaga bókun er að sveitastjóra verði falið að funda með bréfritara vegna málsins. Og þeir sem að samþykja það gefi merki. Það er samþykkt samhljóða. 15. liður. Fyrir sveitastjórn liggur styrkbeiðni frá skákfélaginu Goðanum en félagið verður 20 ára á næsta ári. Í tilefni afmælisins er áformað að halda opið mót 13. til 16. mars á næsta ári í Skjólbrekku, þar sem boðið verður meðal annars fremstu stórmeisturum landsins. Einnig er áætlað að markaðssetja mótið erlendis og er þar horft til Manchester og Bretlands. Skákfélagið óskar eftir styrk í formi húsalegu í Skjólbrekku dagana 12. til 17. mars í tengslu við þetta mót. Orðið er laust, ef einhver vil taka til máls. Árni Pétur, gjör svo vel. Já, þarna er að ræða félagskap sem er rekinn í sjálfboðaliða starfi eins og svo margt annað gott sem gerist í okkar sveitafélagi. Og það er svolítið, góðir hefur staðið sig vel, þetta er virkt og öflugt félag. Og það er bara svolítið okkar skylda finnst mér að styðja við svona félagskap sem er að auðga samfélagið okkar. Takk fyrir. Með Arnar Pétur og Bergþór. Já, Arnór var búinn að kveða sér hljóðs en mér skilst að það sé að hann taki undir með Arnar Pétur. Takk fyrir það. Eru fleiri sem að vilja Eyþór, gjör svo vel. Oddviti, ég tek líka undir með Arnar Pétri en ég vildi bara segja mína skoðun á því að mér finnst svona beðnir eiga heima í íþróttadómstund og menningarmálanefnd og
íþrótta, tónlist og menningarmálanefnd var núna auðvitað að auka úthlutun úr íþróttasjóði. Að því sögðu þá þykist ég vita að svar nefndarinnar við þessu erindi væri að beina þið til sveitarstjórnar að styrkja húsaleigu eða styrkja það sem nemur húsaleigu, þannig að ég bara hvet sveitarstjórn til þess að samþykkja þetta erindi. Já, Eyþór hefur lokið máli sínu. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo ekki eftirfarandi bókun eða draugabókun í tilefni 20 ára afmæli skákfélagsins Skoðans samþykkir sveitarstjórn að styrkja félagið húsaleigu vegna afmælismóts dagana 12. til 17. mars 2025 að því gefnu að húsið sé ekki upptekið á þessum tíma. Og þeir sem geta samþykkt þessa bókun vinsamlega gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Sextándi dagskrárliður, það er boð aðalfund veiðifélags Fnjóskar sem haldinn verður miðvikudaginn 4. desember að Skógum í Fnjóskadal og hefst klukkan 20. Einhver sem vill taka til máls undir þessum lið? Svo er ekki. Þá er lagt til að sveitarstjórn tilnefni Ósk Helgadóttur til þess að fara með atkvæði sveitarfélagsins á fundinum og þeir sem geta samþykkt það vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Sautjándi liður. Lögreglu samþykkt fyrir Þingeyjarsveit er hér lögð fram í drögum. Orðið er laust ef einhver vill taka til máls lögreglu samþykkt. Eyþór, gjörðu svo vel. Oddviti, ég var með eina athugasemd lögreglu samþykktina eða kannski spurningu frekar. Það stendur í lögreglu samþykktinni eða þessum drögum að torfærutæki megi ekki keyra í þéttbýli og það er þá verið að tala vélsleða og fjórhjól og þá spyr ég mig, má ekki keyra fjórhjól hér í gegnum Laugar á þjóðvegi 1 ef að viðkomandi er með leyfi fyrir því og sem sagt númeraplötu. Og svo var ég líka, að því við erum búin að samþykkja margar samþykktir og gjaldskrár, hvort að lögreglu samþykkt dugi ein umræða í sveitarstjórn eða þurfum ekki 2 umræður. Já, Eyþór hefur lokið máli sínu. Árni Pétur, gjör svo vel. Já, oddviti og geta sveitarstjórn og fólk. Ég tel til að svara Eyþóri, þá tel ég að það sé verið að meina þess að torfærutæki þýðir tæki á rauðum númerum, sem þýðir það að það má í raun og veru ekki keyra í almennri umferð. En svo er það aftur önnur spurning, þú veist, eins og hefð náttúrulega hérna í okkar samfélagi að það var svo sem renna menn á bensínstöð á sleðanum sínum. Þetta er nú víti vekja hérna áður en að menn er að leggja á heiðina. En ég hef svo sem engar athugasemdir. Takk. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Svo er ekki með leyfi varaoddvita að þá skilst mér að það sé eingöngu gert ráð fyrir einni umræðu lögreglu samþykkt en þegar hún hefur verið samþykkt að þá er hún birt í B-deild stjórnartíðinda. Síðan tek ég bara undir með Árna Pétri varðandi akstur torfærutækja. Ég held að það er náttúrulega fyrst og fremst þannig að ef svo ótrúlega skildi vilja til að ónæði hlutist af einhverjum spyrnukeppnum svona innan þéttbýlis, þá er hægt að grípa fram í en hérna það er
grípa inn í, segja. Heldur að þetta svari spurningunni, Eyþór? Já. Nú, eins og segi, þá er þetta ein umræða, þannig að eftirfarandi bókun eða drögabókun eru svohljóðandi: Sveitarstjórn samþykkir framlögð drög og felur sviðsstjóra fjármála og stjórnsýslusviðs að birta hana í B-deild stjórnartíðinda. Og þeir sem að samþykkja eru vinsamlegast beðnir að gefa merki. Það er samþykkt af 8, 1 situr hjá. Eyþór. Þá erum við komin að funda dagskrárlið númer 18 sem er aðalskipulag Þingeyjarsveitar, þar sem er lögð fram til yfirferðar tillaga að aðalskipulagi Þingeyjarsveitar 2024 til 2044 og orðið er laust. Knútur, gjörðu svo vel. Oddviti sveitarstjórnar fólk, þú búið bara að fá þér sæti, gerður. Nei, ég ætla bara aðeins að fylgja þessu úr. Sem sagt, það er þannig að skipulagsnefnd hefur lokið yfirferð sinni athugasemdum sem bárust í kynnslu vinnslutillögu aðalskipulagsáætlunar Þingeyjarsveitar og leggur hana nú í hendur sveitarstjórnar til yfirferðar. Þaðan fer hún svo til yfirferðar hjá Skipulagsstofnun og þaðan í kynningu í lögformlegu ferli. Hvað höfum við verið að gera allan að tíma? Skipulagsákvæði, þar að segja stefnumorkun, almennir og sértækir skilmála landnotkunar, flokka og afmarkanir hafa verið yfirfarin og aðlögu með það að markmiðið ákvæði væru samræmd og skýrari og markvissari án þess að verulega stefnubreitingar sé að ræða. Það markmið okkar í aðalskipulaginu sem hér er að það innihaldi það sem þarf og það sem snýr að sameiginlegum hagsmunum, en forðast að líta á aðalskipulaginu svo einhverja endanlega upptalning á öllum hlutum, heldur þannig verða nálgast það sem getur valdið ágreiningi í samfélagi mannanna. Helstu áskoranir í þessu tilfelli voru kannski umfram svona hefðbundnar samfélagsbreytingar. Það er þessi nýju keppinautar land, skógrækt og fleira slíkt sem kemur inn í þetta. Það sem einkennir þetta skipulag umfram önnur er kannski þessi sérstæða okkar varðandi byggðamynstur og stefna aukna og fjölbreyttari búsetukosti, ekki síður í dreifbýli en í þéttbýli. Við vinnum út frá því að við erum dreifbýlt samfélag og meðal annars þess vegna er tekið jákvætt í afmörkun fleiri íbúðareita heldur en ella. Við viljum kalla það þéttingu dreifbýlis og takist þannig til að einhverju nýti sér þessi tækifæri, þá styður það við núverandi byggðun og við getum nýtt betur þá þjónustu sem við erum nú þegar að veita á mjög dreifbýlum skala. Við erum að nálgast skilaverkefni sem hófst með því að skipulags- og matslýsingar við endurskoðun aðalskipulags fyrir Skútustaðahrepp og Þingeyjarsveit voru samþykkt til kynningar í ágúst 2020 og kynntar fyrir íbúum og hagsmunaaðilum og opnum fundum í október 2020. Eftir sameiningu sveitarfélaga árið 2022 voru gögnin saminuð og unnið að gerði vinnslutillögu aðalskipulags fyrir nýtt sveitarfélag. Við undirbúning skipulagsnefndar á vinnslutillögunni var farið yfir gögn áform landeiganda sem hafði áður verið safnað í sveitarfélögum sitt í hvora lagi og eldri nefnd hafði einnig farið yfir þau. Og nefndin hefur í yfirferð sinni tekið tillit til ýmissa sjónarmiða og gert ýmsar breytingar sem koma svo fram í tillögunni núna. Og í því ferli sem er framundan þá er nauðsynlegt að fólk rýni uppstillingu tillögunar og þær breytingar sem hafa verið gerðar. Breytingar snúa meðal annars að landnotkunarflokkum þar sem ríkjandi landnotkun er skilgreind. Meðal breytinga er það að áðurgildandi hverfisverndarákvæði eru felld inn í ákvæði landnotkunarflokka og þar hundi göttunum og meðal annars fylgir núna tillaga breyttar byggingarheimildir og margt annað sem að sveitarstjórn þarf svo að rýna nú og staðfesta þannig vinnu skipulagsnefndar og gera orð skipulagsnefndar að sínum.
Þetta ætlum við nú að reyna að leggja til að sveitarstjórn, af því að sveitarstjórn nú í mikilli þjálfun, nýbúin að reyna yfir fjárhagsáætlun, þá eru við vön að eyða kvöldum í lestur og við ætlum að reyna stefnan að þetta gangi svona býsna skafið og við gætum mögulega þá Ekki drefa? Jú, dreifðu gæti þá mögulega tekið afgreitt þetta til skipulagsstofnunar á næsta fundi. Og Árni Pétur í þessum töluðum orðum að dreifa át bókina á prentuðu eintaki sem kannski ekki rétt að gera núna því nú fær fólk að fletti í henni í staðan fyrir að slára fundin. En þetta búið að vera ansi mögnuð vinna og skemmtileg á margan hátt og auðvitað snýst þetta allt saman sameiginlega hagsmuni fólks. Á ég að hafa eitthvað það að segja þó Árni Pétur vilja á þyrlupalli á sér, þetta alltaf spurning sko. Það svona þessi mál sem að snúast að núningsfötum okkar. Þannig að ég bara vonandi gengur ykkur hinum vel að lesa og við klárum þetta næsta fundi. Takk. Við þökkum Knúti fyrir yfirferðina og með leyfi Knúts varaoddvita. Þá ætla ég að taka mér það leyfi og ég reikna mig í tali fyrir hönd sveitarstjórnar allrar að færa skipulagsnefnd og ekki síst formanninum sjálfum, Knúti, bestu þakkir því að við gerum okkur fyllilega grein fyrir því að þetta hefur verið gríðarlega stórt, mikið og flókið verkefni en mér skilst að það hafi ekki verið leiðinlegt en mikið og ég bara óska ykkur til hamingju allri skipulagsnefnd að vera komin á þennan stað að búin að skila í okkar hendur og nú er það okkar, sveitarstjórnarmenn, fulltrúar að lesa yfir og vera tilbúin með athugasemdir ef einhverjar eru, helst fyrir 5. desember. Þannig að þetta er bara áður en að þið farið í einhverja jólabækur, þá er þetta bara næstu dagar, þá er lesturinn á aðalskipulagi Þingeyjarsveitar efst á blaði. Og við þurfum að standa okkur, því að nefndin er búin að standa sig vel. Takk. Eru fleiri sem vilja taka til máls? Eyþór, gjör svo vel. Nei, það er enginn. Ekki fleiri. Nú, dröga bókun hér er sem sagt eftirfarandi að, eins og ég sagði áðan, að fundi sveitarstjórnar þann 12. desember verður tillaga aðalskipulagi Þingeyjarsveitar fyrir árin 2024 til 44 tekin til afgreiðslu. Og þeir sem að geta staðfest vinsamlega skefið merki. Það er samþykkt. 19. liður á dagskrá í dag. Það er lagt fram erindi frá Nýsköpunarsjóði atvinnulífsins þar sem óskað er eftir því að Þingeyjarsveit framselji ónýttan forkaupsrétt sinn að hlutafé í nýsköpun að fjárhæð 6 milljónir króna til Nýsköpunarsjóðs. Og ef ég mætti aðeins til útskýringa með leyfi varaoddvita að þá er sem sagt yfirstandandi ferli hluthafalán þar sem að hluthafar nýsköpunar stærstu hluthafar það er óskað eftir því að þeir láni félaginu sem sagt rekstrar fé fram á næsta ár eða fram að hlutafjáraukningu sem stefnir að á næsta ári. En þá er þetta lán sem að hluthafar ráðast í núna, þá er það með breytirétti þannig að hluthafar hafa þá möguleika á því að breyta sínu láni í hlutafé. Auk þess verður leita til nýrra fjárfesta í þessu útboði sem verður trúlega svona þegar að fara að líða á næsta ár. Og Þingeyjarsveit nýtti ekki allan sinn rétt miðað við eignarhlut í þessu hluthafalánsferli og er hér lagt til að við samþykkjum það, að sveitarstjórn samþykki að veita framselja þennan rétt til Nýsköpunarsjóðs sem var afskaplega jákvætt að Nýsköpunarsjóður skuli sjá þarna tækifæri og vera tilbúin til að fjárfesta meira heldur en það sem að þeirra hlut nemur. En eru fleiri sem vilja taka til máls? Árni Pétur, gjörðu svo vel.
Já, oddviti ágætt sveitarstjórnar fólk. Þetta eru í raun og veru bara mjög ánægjuleg tíðindi finnst mér. Við náttúrulega ræddum þetta vel mikið, við samþykktum það að veita þetta lán hér á sínu tíma og þetta er auðvitað bara eitthvað sem skiptir miklu máli í okkar samfélagi. Það er það að byggja upp öfluga atvinnustarfsemi og stunda nýsköpun og mér finnst þetta að vera býsna mikill gæðastimpill á þessu verkefni að nýsköpunarsjóður vilji auka við sinn hluta og vilji fá að nýta það sem að við vannýtum sem sagt á okkar forkaupsrétti. Þannig að ég fagna þessu bara. Takk fyrir. Eru fleiri sem að vilja taka til máls? Arnór, gjörðu svo vel. Já, oddviti, ég tek undir með Árna Pétri. Þetta eru ánægjuleg tíðindi að Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins vilji auka hlutdeild sinni í þessu félagi og fellur vel að þessari hugsun sveitarstjórnar að koma inn með hlutafé í nýsköpunarfyrirtæki í upphafi til þess að koma þeim á legg og draga sér síðan smá saman út úr því og minnka hlut sinn í slíkum félögum. Og mér finnst við eigum að hafa alveg opin augu fyrir því á næsta ári þegar mann fari hlutafjáraukningu að ganga enn lengra í þá átt. Þannig að ég held að séu spennandi tíma framundan núna hjá nýsköpun. Hún er að komast svona yfir fyrsta erfiða hjallan. Svo eins og alltaf í svona starfsemi taka nýir við. En þetta er mjög ánægilegt. Eru fleiri sem að vilja taka til máls? Og svo er ekki. Tillaga að bókun er eftirfarandi. Sveitarstjórn samþykkir að framselja ónýtan forkaupsrétt að hlutafé í nýsköpun til Nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins. Já, sveitarstjórn samþykkir að framselja ónýtan forkaupsrétt að fjárhæð 6 milljónir að hlutafé í nýsköpun til Nýsköpunarsjóðs atvinnulífsins. Og þeir sem geta samþykkt eins að réttið hönd og það er hérna samþykkt samhljóða. Þá erum við komin að 20. dagskrárlið og það er liðurinn sem við erum að taka fyrir með afbrigðum í dag og það eru lögð hér fram til fyrri umræðu breyting á samþykktum stjórn og fundasköp þinga eða sveitar. Og með leyfi varaoddvita þá hérna til útskýringa að helstu breytingarnar í rauninni þær einu eru að það er vegna barnaverndarþjónustu að samkvæmt núgildandi samþykktum að þá kemur þar fram að hún sé hjá Norðurþingi en við höfum hér áður á fundinum samþykkt samning við barnaverndarsvæði Norðurlands eystra og það því verður breytt í samþykktunum og samþykktin liggur þarna fyrir að hefur legið fyrir á fundagáttinni með þessum breytingum, það eru mjög vel afmarkaðar þannig að það er þessi breyting á og síðan er lögð til breyting á fullnaðarafgreiðslu varðandi leyfisveitingar tækifærisleyfa þar sem að við erum í rauninni að gefa sviðsstjóra stjórnsýslu og fjármála og stjórnsýslu heimild til þess að full afgreiða umsagnir vegna tækifærisleyfa og þetta er gert vegna þess að þessar umsagnarbeiðnir þær berast okkur oft svona heldur seint þannig að við höfum verið að stundum að samþykkja þessar umsagnir eða veita umsagnir í tölvupóstum á milli funda en með þessari fullnaðarafgreiðslu heimild til sviðsstjóra að þá verður lagt fram yfirlit sem sagt þær fullnaðarafgreiðslur sem eru gerðar í stjórnsýslunni þannig að sveitarstjórn getur alltaf þannig fylgst með þeim afgreiðslum sem þar fara fram. En orðið er laust ef einhver vil taka til máls undir þessum lið. Er það ekki rétt hjá mér, frú sveitarstjóri, að þetta eru breytingarnar bara þessar tvær? Stóru breytingarnar. Stóru breytingarnar síðan er bara orðalag eða... Og kemur allt fram í skjalinu. Já. Þannig það er Árni Pétur, gjör svo vel.
Oddviti og geta sveitarstjórnarfólk. Mér finnst þetta í raun og veru bara að vera mjög jákvætt. Við erum bara hér að straumrýnu laga aðeins verkferla hérna hjá okkur og við náttúrulega auðvitað erum að stækka og smávaxta verkir og þetta hérna bara eitt af því sem gerir svona alla vinnslu léttari og það bara, já, í raun og veru allt jákvætt við þessa uppfærslu. Þannig að ég hvet fólk bara til að samþykkja hana. Takk fyrir. Og fleiri sem að vilja taka til máls. Svo ekki, þá eru drög að bókun eftirfarandi. Helstu breytingar eru vegna breytinga á barnaverndarþjónustu sem hefur færst frá Norðurþingi yfir til Akureyrarbæjar, einnig að lögð til breyting á fullnaðarafgreiðslu varðandi leyfisveitingar vegna tækifærisleyfa og hér eru fyrri umræðu að ræða svo sveitarstjórn vísar umræddum breytingum til annarar umræðu. Þeir sem geta samþykkt það, vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Tuttugasti og fyrsti liður, það er sóknaráætlun. Fyrir sveitarstjórn liggja drög að sóknaráætlun Norðurlands eystra 2025 til 2029 til umfjöllunar og þar sem óskað er eftir því að athugasemdir eða ábendingar berist fyrir 7. desember. Og orðið er laust sóknaráætlun. Það er enginn sem kveður sér hljóðs, aflítið með leyfi vara oddvita, að þá hefur verið heilmikið ferli sem að hófst, ef ég man rétt, á ársfundi SSNE sem var haldinn í Skjólbrekku í Þingeyjarsveit í apríl. Þar voru lögð drög svona að þeim línum sem að hafa verið lagðar í sóknaráætlun og síðan hefur verið haft samráð við bæði íbúa og sveitarstjórnir allra aðildar sveitarfélagana og sveitarfélagum boðið á svona stöðufundi þar sem að, svo síðasti var held ég í ágúst eða september inn í Hofi, þar sem var farið yfir vinnuna og hvar verkefnið var statt. Nú er þetta komið í þessa fullmótuðu mynd þannig að okkur er gefinn kostur á ábendingum og athugasemdum. Ég hef enga og ég hef ekki orðið vör við að það hafi komið hér athugasemdir frá sveitarstjórnarfólki, þannig að ég vil bara þakka starfsfólki SSNE fyrir vel unnin störf og góða og álitlega og bara nokkuð bjartsýna sóknaráætlun fyrir landshlutann okkar. Þá eru drög að bókun eftirfarandi. Sveitarstjórn samþykkir framlög drög að sóknaráætlun Norðurlands eystra fyrir 2025 til 2029 og þeir sem eru samþykkir vinsamlegast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. 22. liður, það er fyrir sveitarstjórn liggur beiðni umsögn og leyfi sveitarfélagsins sem landeiganda vegna flugeldasýningar að Ídölum samhliða jóla barnaballi kvenfélagana í Aðaldal og Reykjadal. Orðið er laust, ef einhver vil taka til máls. Knútur, gjörðu svo vel. Ég veit ekki athygli á mögulegu vanhæfi þar sem ég sendi inn þessu umsókn. Já, gjörðu það. Knútur vekur athygli á mögulegu vanhæfi sem stjórnarmaður í Björgun hjálparsveitinni í Aðaldal sem að sendir inn þetta erindi. Þeir sem að telja Knút vanhæfan, við svolítið að skilja merki. Það er meiri hluti. Já. Ætli það sé, er það samþykkja vanhæfi þá? Já. Já, ætli ég lýsi þá ekki vanhæfi líka, ég sitt líka í stjórn, sitt að skota Aðaldal. Árni Pétur lýsir einnig yfir vanhæfi þar sem hann situr í stjórn sömu hjálparsveitar og þeir sem að telja Árna Pétur vanhæfan, við svolítið að skilja merki. Það er já, þannig að Árni Pétur og Knútur víkja fundi á meðan við afgreiðum málið. Er einhverju sem vilja taka til máls undir þessum dagskrárlið?
Enginn sem vil taka til máls. Þetta er, já, með leyfi varaoddvita sem er ekki að staðnum. Þá er þetta árlegur viðburður kvenfélagana. Það er sem sagt skipst af að halda jólabarnaball á Breiðumýri og í Ýdölum. Og þetta er stefnan að björgunarsveitin hjálparsveitin í Aðaldal verði þarna með flugeldasýningu. Og nú fyrst að ekki hafa, já, Arnór gjör svo vel. Og Arnór óskar eftir ég að taka til máls. Bara, hverju labba ég alltaf löngu leiðina, já, ég hef alltaf verið fyrir það. Oddviti, bara aðeins í tilefni af þessu, þá finnst mér alveg ástæða fyrir okkur svona að skerpa á skilningi okkar á vanhæfi. Mín skoðun er nú raunar sú að hvorugur þeirra Árna Péturs eða Knúts séu vanhæfir í þessu máli. Og partur af því að vanhæfisreglunum var breytt á sínum tíma fyrir ekkert svo mörgum árum síðan var til þess að koma í veg fyrir það að sveitarstjórnarfólk lýsti sig vanhæft til að taka ákvarðanir í ákveðnum málum ef það var óþægilegt. Nú er ég ekki að segja að það sé í þessu tilfelli, en bara að við séum með þessar reglur svolítið skýrar. Þetta var ekki bara sett til þess að koma í veg fyrir að menn misnóttu aðstöðu sína, heldur líka til þess að fólk geti ekki skorast undan ábyrgð við að taka ákvarðanir. Þess vegna núna greiðir sveitarstjórn ákvörðun vanhæfi. Áður listur bara yfir vanhæfi og það stóð. Takk fyrir. Já. Já, takk fyrir þessa brýningu Arnór. Tökum þetta til umhugsunar. Eftirfarandi bókun er lögð hér til að sveitarstjórn Þingeyjarsveitar veitir jákvæða umsögn og leyfir fyrir hönd sveitarfélagsins en landeiganda landnotkun vegna flugeldasýningar sem hjálparsveit Skáta Aðaldal stendur fyrir þann 29.12.24 að Ýdölum í Aðaldal Þingeyjarsveit. Þeir sem geta samþykkt þetta vinsalegast gefið merki. Það er samþykkt samhljóða og við skulum kalla hina vanhæfu eða óvanhæfu vanhæfu eða hæfu aftur inn á fundin. Og þá er komið að 23. lið sem er fundargerð skipulagsnefndar, það er 30. fundur og ég ætla að biðja formanninn Knút að fara yfir fundargerðina með okkur. Það er svolítið eftir í hvort þú samþykkt til. Oddviti ágæta sveitarstjórnar fólk. Það er mér ljúft og skylt að fara yfir fundargerð. Skipulagsmál eru uppspretta taumlausara gleði nú sem endranær. Fyrsta mál á dagskrá nefndarinnar er umsögn framkvæmdaleyfi jarðstrengs í Laxárdal. Það sem Rarik sækir framkvæmdaleyfi og skipulagsnefnd samþykkir útgáfu framkvæmdaleyfis og felur skipulagsfulltrúa að útbúa það. Mál nr. 2 á dagskrá sem kemur til kasta sveitarstjórnar er umsókn framkvæmdaleyfi varðandi skógrækt á Kvíaból í Kinn. Kemur aftur inn til nefndarinnar þar sem að þú er að fá umsögn Minjastofnunar og Náttúruverndarnefndar Þingeyinga og það sem skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórnar samþykkja framkvæmdaleyfið að fela skipulagsfulltrúa að gefa út að fenginni jákvæðri umsögn Minjastofnunar varðandi fornleifaskráningu svæðisins. Næsti liður á dagskrá sem að sveitarstjórnin er reyndar búin að samþykkja núna, þá kom Ingimar inn á fund til okkar og kynnti fyrir okkur drög að lóðarúthlutunarreglum. Fjórði liður var aðalskipulagið þar sem við fórum í síðasta skipti í bili yfir aðalskipulagið og fólum það svo í hendur sveitarstjórnar eins og komið hefur fram áðan. Fimmti liður snýr að stækkun orkuvinnslusvæðis og ný toppþrýstingsvirkjun á Þeistareykjum, beiðni breytingu á skipulagi og þar tókum við fyrir beiðni frá Landsvirkjun dagsett 13. nóvember 2024 með í endurskoðun aðalskipulags verði
teknar inn fyrirhugað áformum virkjun toppþrýstings sem virkjar umfram þrýstings gufuvirkjunar sem aflað er. Einnig var óskað eftir stækkun vinnslusvæðis á 3 nýjum bortögum vestan við Bæjarfjall, sunnan við núverandi teiga í því skyni að stefnubora undir fjallið. Gera þarf breytingar á hverfisvernd, stækka iðnaðarsvæðið og hækka hámarksframleiðslugetu úr 200 MW í 210 vegna betri nýtingar með tilliti til nýrra tækni. Það er mjög ánægjulegt að skuli vera hægt að nýta betur og nefndin tekur vel í það. Nefndin gerði aðeins athugasemd við nálægð vinnslusvæða við Hverasvæði og bókaði þannig að skipulagsnefnd samþykkir toppþrýstingsvirkjun og hækkun framleiðslugetu svæðisins í 210 MW og nefndin samþykkti stækkun iðnaðarsvæðisins til suðurs en hafnar framkvæmdum á og við Hverasvæðið og vísum svo erindinu í vinslu aðskipulags Þingeyjarsveitar sem er þá einmitt núna komin inn á borð sveitarstjórnar sem að mun fjallum þetta mál. Sjötti liður er breyting á aðalskipulagi vegna Voga 1, þar sem breyting á aðalskipulagi Skútustaðahrepps vegna breytinga á frístundasvæði í íbúðarsvæði var auglýst og umsagnir bárust frá Rarik, Minjastofnun Íslands, Jóhanni F. Kristjánssyni, Landvernd, Vegagerðinni, Fjöreggi og Heilbrigðiseftirliti Norðurlands eystra og þar sem að umsagnir voru umfangsmiklar og kalla á úrvinnslu þá frestaði skipulagsnefnd afgreiðslu málsins. Næsta mál er mál nr. 7 sem er Vogar, íbúðasvæði og aðkoma, breyting á deiliskipulagi. Þar er að ræða deiliskipulagsbreytingu í það er hluta samanmáli. Það er sem sagt þannig verið að keyra saman aðalskipulagsbreytingu og deiliskipulagsbreytingu og þessi liður því afgreiddur á sama hátt og liðurinn undan. Skipulagsnefnd frestaði afgreiðslu málsins í ljósi umfangs athugasemda og úrvinnslu þeirra. Liður nr. 8 sem er þá starfsmannahús Vogar 1, breyting á skipulagi, lögðu fram tillaga breytingu deiliskipulags Voga 1, ferðaþjónustusvæði og frístundabyggð vegna 5 starfsmannahúsa. Það sem skilgreindur er byggingareitur innan nýrrar lóðar sem rúmar alltaf 550 fermetra starfsmannahús. Þremur þeirra var veitt stöðuleyfi til eins árs á fundi skipulagsnefndar þann 13. maí 2024 og verður þessi breyting til þess að þau fái varanlega stöðu ásamt 2 í viðbót. Skipulagsnefnd leggur því til við sveitarstjórn að tillagan verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 41. grein skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010. 9. og síðasta mál á dagskrá nefndarinnar á þessum fundi var erindi frá Kröfluvirkjun niðurdælingarhólu, beinum breytingu á skipulagi. Deiliskipulagsbreyting Kröfluvirkjunar vegna niðurdælingarhóla var auglýst í lögbirtingablaðinu skipulagsgátt mál nr. 1189 á heimasíðu sveitarfélagsins og í löpstelpunni frá 7. október með athugasemdafresti til 18. nóvember síðastliðinn. Umsagnir bárust frá Minjastofnun Íslands, Hafrannsóknarstofnun, Umhverfisstofnun, Heilbrigðiseftirliti Norðurlands eystra og Náttúrufræðistofnun Íslands og þar kom fram á umræðu í nefndinni að sem viðbrögð við hluta af þessum athugasemdum var að leggja meiri áherslu á rannsóknir tengdar vatnslotinu og grunnvatnsrannsóknum og lögðum því til smávægilega textabreytingar í deiliskipulaginu til að ná þeim markmiðum fram og bókunin því þannig að skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að hún samþykki tillögu að deiliskipulagsbreytingu Kröfluvirkjunar vegna niðurdælingarhola með þeim breytingum sem voru gerðar vegna innkominna umsagna samkvæmt 3. málsgrein 41. greinar skipulagslaga nr. 123 frá árinu 2010. Fleira var ekki gert og fundi slitið klukkan 1200. Já, við þakkum Knúti fyrir yfirferð fundargerðar og þarna eru nokkri liðir sem að krefjast samþykktar eða staðfestingar sveitarstjórnar og það eru liðir númer svo mikið sem 2, 3, 4, 8 og 9 og liður númer 2 það varðaði skógrakt Kvíabóli og niðurstaða skipulagsnefndar var að leggja til við sveitarstjórn að samþykkja framkvæmdaleyfi og fela skipulagsfulltrúa að gefa leyfið út
að fenginni jákvæðri umsögn Minjastofnunar varðandi fornleifaskráningu svæðisins og þeir sem geta samþykkt þessa afgreiðslu nefndarinnar gefið merki. Hún samþykkt samhljóða. 3. liður, það eru lóðarúthlutunarreglurnar sem við höfum nú þegar afgreitt. 4. liður, það er aðalskipulag endurskoðun og þar var niðurstaða nefndarinnar að skipulagsnefnd felur skipulagsfulltrúa, formanni nefndarinnar og skipulagsráðgjafa að uppfæra gögn til samræmis við umræður og að fjár- og grannsvæðum vatnsverndar verði bætti þegar upplýsingar þau liggur fyrir. Skipulagsnefnd leggur til í sveitarstjórn að tillagan verði afgreidd í samræmi við 3. málsgrein 30. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 og verði auglýst í samræmi við 31. grein sömu laga. Og þeir sem geta staðfest þessa afgreiðslu skipulagsnefndar gefið merki það og það er samþykkt samhljóða. Þá er það 8. liður, það er Vogar 1, starfsmannahús, breyting á skipulagi. Þarna var niðurstaða nefndarinnar eftirfarandi. Skipulagsnefnd frestar afgreiðslu málsins í ljósi umfangs og úrvinnslu athugasemda. Já, þannig þetta er... Nei, það var ekki 8. Nei, þetta er ekki númer 8? Nei. Þarna kemur númer 8. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn. Það er samt þetta mál sem að ég nefndi. Það er Vogar 1, starfsmannahús, breyting á skipulagi. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að tillagan verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 41. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 og þeir sem geta staðfest þessa afgreiðslu gefið merki þar að hún er staðfest samhljóða. Og síðasti liðurinn var dagskráliður 9 hjá skipulagsnefndinni. Kröfluvirkjun, niðurdælingarholur. Þar var niðurstaða nefndarinnar eftirfarandi. Skipulagsnefnd leggur til við sveitarstjórn að hún samþykki tillögu að deiliskipulagsbreytingu Kröfluvirkjunar vegna niðurdælingarhola með þeim breytingum sem gerðar voru vegna innkominna umsagna samkvæmt 3. málsgrein 41. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 og þeir sem geta samþykkt þessa afgreiðslu nefndarinnar gefið merki það. Það er samþykkt samhljóða. Þá var það næsti liður á dagskrá sem er 24. fundur byggðarráðs og varaformaður byggðarráðs mun þá fara hér yfir fundagerðina. Hún er frá 31. október. Fundagerðin er í 12 liðum og það eru liðir nr. 2, 4 og 7 sem þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar. Áður hefur liðir nr. 3 í fundagerðinni er fjallað alþingiskosningar 2024 verið staðfestur á 51. fundi sveitarstjórnar þann 18. nóvember og það sem að oddviti er jafnframt varaformaður sem fer yfir fundagerðina þá ætla ég að taka mig það leyfi að við greiðum atkvæði þá liði sem að þarfnast ákvörðunar sveitarstjórnar leið og farið verður yfir fundagerðina. Fyrsti liður á 30. fundi byggðarráðs það var íbúafundir fyrir sem sagt þarna já fyrsta já það var lagt niðurstaða byggðarráðs var að fagna því að umhverfisnefnd standi fyrir fundaröð valkosti í meðhöndlun lífræns úrgangs. Þarna var sem sagt minnisblað frá sviðsstjóra umhverfis- og framkvæmdasviðs fyrirhugaða íbúafundi sem að haldnir voru í nóvember og lagði fram kostnaðaráætlun vegna fundana. Byggðarráð telur mikilvægt að samstaða náist niðurstöðu þessa máls og jafnframt lagður fram viðauki vegna kostnaðar við fundina undir dagskrárlið 2. Og þess að geta, já það er ekki krafist staðfestingar eða samþykkis hér. Það er hins vegar næsti liður þar sem að sveitarstjórn þarf að samþykkja afgreiðslu byggðarráðs viðauka vegna fundana sem að getið var hér í 1. dagskrárlið. Fyrir byggðarráði lá sem sagt að taka ákvörðun viðauka nr. 4 við fjárhagsáætlun 2024. Viðaukinn hljóðaði upp á 1,3 milljónir og er vegna 3 íbúafunda sem umhverfisnefnd hyggst halda á þessum tíma.
til kynningar á meðferð lífræns sorps í sveitafélaginu. Viðaukinn færist á málaflokk 11 umhverfismál, lykil 11.010 sameiginlegan kostnað vegna umhverfismála og verður fjármagnaður á handbæri fé. Byggðarráð samþykkti framlagðan viðauka og vísaði honum til staðfestingar sveitastjórnar og þeir sem að geta staðfest afgreiðslu byggðarráðs vil sannlega skefið merki það og það er samþykkt samhljóða. Þriðji liður á dagskrá, hann var áður samþyktur af sveitastjórn, þannig við sleppum honum hér og þá er það fjórði liður og það er flugklassinn. þar sem var lagt fram erindir frá Markaðsstofu Norðurlands dagsett 16. október þar sem óskar eftir stuðningi sveitafélagsins fyrir starfsárið 2025. Framlagið sem óskar var eftir eru 500 krónur á íbúa. Niðurstaða byggðarráðs var að byggðarráð telur starfsemi flugklassans R66N hafa mikil áhrif á ferðaþjónustu í sveitafélaginu og styður við heilsárs ferðaþjónustu. Byggðarráð leggur því til við sveitastjórn að styðja áfram í verkefnið með 500 króna framlagi á íbúa og vísar beininni jafnframt til fjárhagsáætlunar gerðar. Og þeir sem geta staðfest þessa afgreiðslu byggðarráðs vissalega skefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Næsti liður á fundi byggðarráðs, þar var umsókn styrk vegna afnota af Breiðumýri. Það er sem sagt Kvenfélag Reykdæla sem óskar eftir styrk í formi húsaleigu á Breiðumýri 28. nóvember og 1. desember en Kvenfélagið hyggst halda fjáröfluna samkomu 1. desember ásamt laufabrauðsgerð fyrir þá samkomu þann 28. Byggðarráð samþykkir að veita Kvenfélagi Reykdæla styrk sem nemur afnotum af Breiðumýri fyrir fjáröfluna samkomu. Þeir sem að geta staðfest þetta vinsalega skefumerki. Það er samþykkt. Síðan er það 7. liður á dagskránni, það eru gjaldskrárhækkanir. Það var lagt fram erindi frá Framsýn stéttarfélagi þar sem mynd er á samkomulagi sem að gert var samhliða síðustu kjarasamningum aðhald hvað varðar gjaldskrárbreytingar til hækkunar hjá sveitafélögum og fyrirtækjum í þeirra eigu. Framsýn óskar eftir því við Þingeyjarsveit að virða áður nefnt samkomulag. Niðurstaða byggðarráðs var að þakka erindið og tekur undir mikilvægi þess að hækka ekki álögur á barnafjölskyldur og viðkvæma hópa. Jafnframt telur byggðarráð og hófs sé gætt í öðrum gjaldskrárhækkunum. Ég biðst afsökunar á því að ég hef ekki boðið sveitastjórn og fulltrúum að taka til máls. Geri það hér með. Það sleppur. Já, þetta var sem sagt niðurstaða byggðarráðs, þakkar erindið og tekur undir mikilvægi þess að hækka ekki álögur á barnafjölskyldur og viðkvæma hópa. Jafnframt telur byggðarráð að hófs sé gætt í öðrum gjaldskrárhækkunum. Já. 7. liður. Og hann krefst afgreiðslu sveitastjórnar. Þar var lagt fram bréf frá Sambandi íslenskra sveitafélaga frá 14. nóvember þar sem lögðu fram verkefnaáætlun og samantekt kostnaðarþátttöku fyrir samstarf sveitafélaga stafræna þróun og umbreytingu. Niðurstaða byggðarráðs er eftirfarandi. Byggðarráð leggur til við sveitastjórn að halda áfram í samstarfi sveitafélaga í stafrænni þróun og umbreytingu og vísar áætluðum framlögum sveitafélaga til fjárhagsáætlunar gerðar. Orðið er laust ef einhver vil taka til máls. Svo er ekki. Þeir sem geta staðfest þessa afgreiðslu, vinsamlega gefið merki. Hún er samþykkt. Og þá er ekki fleiri liðir sem að krefjast afgreiðslu sveitastjórnar en 8. dagskrárliður, það er trúlega hann sem að krefst afgreiðslu. Það er, hann kallast barnalán, gjafir til nýfæddra barna. Byggðarráð leggur fram tillögu að foreldrum nýfæddra barna í sveitafélaginu verði færð gjöf
í tilefni fæðingar nýs íbúa. Gjöfin er ætlað að nýtast nýfæddu barni og geti jafnframt haft jákvæð umhverfis áhrif. Niðurstaða byggðarráðs að fela sveitarstjóra að leggja fram tillögu frekari framkvæmd ásamt áætluðum kostnaði í fjárhagsáætlunagerð. 9. dagskrárliður, það var áskorun vegna skólamála á Norðurlandi eystra. Lögð fram áskorun frá fulltrúum skólastjórnenda og kennara á Norðurlandi eystra að vanda orðræðu kennara og skólastarf. Þar kemur fram meðal annars að stórt verkefni framundan sem að tryggja öllum börnum velmenntaða kennara, en skólarnir standa nú frammi fyrir stöðugt og vaxandi mönnunar vanda, jafnt á meðal kennara sem stjórnenda. Til að laða fólk í kennslu og ný þarf að setja menntamál á oddinn og tala af virðingu kennarastarfið og skólana. Niðurstaða byggðarráðs var eftirfarandi. Byggðarráð þakkar bréfriturum fyrir erindið og tekur undir að okkar sameiginlegu hagsmunir séu að á Norðurlandi eystra séu fagmennska og gæði ríkjandi í öllu skólastarfi. Einhver sem vil taka til máls? Svo er ekki. 10. liður á dagskrá byggðarráðs. Það er lagt fram bréf frá Ásdísi Illugadóttur fyrir hönd félags eldri Mývetninga þar sem óskað er eftir 450.000 króna styrk fyrir árið 2025. Byggðarráð þakkar erindið og vísa því til fjárhagsáætlunagerðar. 11. liður, það er nýsköpun hluthafafundur. Lagt fram boð á hluthafafund sem er aukafundur nýsköpunar sem var haldinn 8. nóvember í húsnæði félagsins og í gegnum fjarfundabúnað. Niðurstaða byggðarráðs var að samþykkja að Gerður Sigtryggsdóttir fari með umboð sveitafélagsins á hluthafafundi. Síðasti liður á dagskrá byggðarráðsfundar að þessu sinni var lagt fram bréf frá Kjartani Þór Ragnarsyni ásamt minnisblaði sem leggja á fyrir fjárlaganefnd fyrir hönd samráðshóps skeldýrarækt þar sem þingeyjarsveit er boðið að vera aðili að minnisblaðinu. Þetta var lagt fram til kynningar. Og þá er lokið yfirferð 30. fund byggðarráðs. Næsta dagskrá er 25. dagskrárliður sveitarstjórnar í dag. Það er íþrótta-, tómstunda- og menningarnefnd. 21. fundur frá 12. nóvember síðastliðnum. Fundagerðin er í 5 liðum og það eru 2 liðir sem þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar og ég ætla að fá að biðja Eyþór Kára, nefndarmann, að fara yfir þessa fundagerð með okkur. Oddviti, 25. fundi íþrótta-, tómstunda- og menningarnefndar Þingeyjarsveitar voru eins og áður kom fram 5 liður á dagskrá. Það voru, fyrsti liður var voru styrkir til íþrótta- og æskulýðsmála 2024, seinni úthlutun ársins. Það var ein umsókn sem barst og íþrótta-, tómstunda- og menningarnefnd leggur til við sveitarstjórn að ungmennafélagið Bjarmi hljóti styrk að upphæð 300.000 krónur. Nú, þá var potturinn sem að nefndin hefur yfir að ráða ekki tæmdur, þannig að nefndin samþykkti einnig að auglýsa auka úthlutun styrkja til íþrótta- og æskulýðsstarfsárinu 2024 og fól nefndin starfsmanni nefndarinnar að auglýsa eftir umsóknum. Næsti liður á dagskrá voru styrkir til menningarmála 2024, seinni úthlutun í þeim málaflokki. Það voru fleiri umsóknir sem bárust eða 7 og 8. umsóknin var tekin inn frá lið sem var númer 3 á dagskrá. En styrkirnir, þar að segja verkefnin sem hljóta styrki eru félag sauðfjárbænda í Suður Þingeyjarsýslu hlýtur styrkað upp að 100.000 krónur vegna hrútasýningar félagsins. Dr. Gregory Cataneo hlýtur styrkað upp að 200.000 krónur til útgáfu ljósætningasögu á frönsku. Margrét Hildur Egilsdóttir söngkona hlýtur styrkað upp að 173.500 krónur.
til tónleikahalds. Nefndin beinir því svo til sveitarstjórnar að Heiðdís Hanna Sigurðardóttir, Erla Dóra Vogler og Daniel Þorsteinsson verði styrkt leigu félagsheimilisins Skjólbrekku vegna kjólakappleika, blöndu af tónleikum og listgjörningi. Nefndin beinir því einnig til sveitarstjórnar að verkefni Þórðar Sigurðarssonar fyrir hönd kvartettsins Norðan Garra verði styrkt leigu félagsheimilisins Skjólbrekku til tónleikahalds. Nefndin beinir því einnig til sveitarstjórnar að styrkja verkefnið Músík í Mývatnssveit leigu félagsheimilisins Skjólbrekku. Önnur verkefni hlutu ekki styrkja þessu sinni. Nú, þriðja mál á dagskrá var einmitt áðurnefnd styrkbeiðni félags sauðfjárbænda og nefndin samþykkti að taka þessa umsókn inn í menningarmála styrkina og var afgreitt þar. Fjórða mál á dagskrá var frístundastyrkur, erindi frá foreldri. Nefndin þakkaði erindið og fól sviðsstjóra fjölskyldusviðs að gera drög að endurskoðuðum reglum frístundastyrki fyrir næsta fund miðað við umræður á fundinum. Fimmta mál á dagskrá voru gjaldskrár fyrir árið 2025 og þar voru lagðar fram fyrir fundin gjaldskrár íþróttamiðstöðva í Þingeyjarsveit og nefndin samþykkti fyrirliggjandi drög fyrir sitt leyti en hvatti einni sveitarstjórn til að stilla hækkunum gjaldskráa í hóf og fleira var ekki á dagskrá. Takk fyrir þessa yfirferð, Eyþór. Hvað skildi ég gleraugun mín eftir? Fyrst afsökunar. En það eru sem sagt 2 liðir í þessari fundagerð sem að þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar. Það er annar liður varðandi styrkina, styrki til menningarmála. Það var seinni úthlutun og eins og Eyþór fór yfir hér áðan, en tillagan er að sveitarstjórn staðfesti styrki eftirtalna verkefna. Félag sauðfjárbænda í Suður-Þingeyjarsýslu 100.000 krónur, Dr. Gregory Cateno 200.000 krónur, Margrét Hildur Egilsdóttir söngkona 173.500 krónur, Músík í Mývatnssveit hlýtur styrk sem nemur húsaleigu félagsheimilisins Skjólbrekku og verði sá styrkur tekinn af lið 05890 9180. Síðan hefur svona aðeins verið með leyfi var oddvita, hefur aðeins verið á reiki og eitthvað misjafn skilningur okkar, kannski sveitarstjórnar og nefnda eða innan sveitarstjórnar, en allavega þetta er eitthvað sem við þurfum að skýra og það er svona meðhöndlun styrkja vegna húsaleigu. Ég held að þið kannski bara takk til máls þeir sem ekki eru sammála eða hafið aðra skoðanir, en það er allavega mín sýn hefur verið svo að við höfum verið að styrkja svona samfélagslega verkefni. Þar höfum við verið að styrkja þau félagasamtök því sem nemur húsaleigu í félagsheimilunum. Nú, það er einu sinni þannig að rekstur félagsheimila Þingeyjarsveitar er gríðarlega þungur og það veitir ekki af einhverjum tekjum inn á blessuð heimilin, þannig að við höfum ekki verið að styrkja viðburði sem selt er inn á húsaleigu. Og ég myndi leggja til að það yrði útbúið minnisblað fyrir nefndina sem að fengi þetta svona bara svolítið skýrt frá okkur hvað er óhætt að styrkja semst í formi húsaleigu og hvort að við erum þá ekki sammála það að það er sem sagt samfélagslega verkefni sem eru ekki haldin í hagnaðarskyni, en aftur ef að nefndin hyggst eða hefur áhuga á því að styrkja annars konar verkefni og þó það síðan húsaleigu, að þá er það gert af áætlunum eða bara þeim sjóði sem að nefndinni hefur verið úthlutað í fjárhagsáætlun til styrkja.
En orðið er laust þetta, ef það eru fleiri, já, Eyþór gjör svo vel. Oddviti, ég var bara næstu í sammála öllu sem þú sagðir þarna, og þetta samrýmist alveg minni sín á það hvaða verkefni hljóti styrki og hver ekki. Hins vegar þá kemur það ekki alltaf fram í umsóknum styrki hvort að það sé frítt inn á viðburðin eða ekki. Og þetta var umræða á þessum nefndafundi. Það kom upp umræða það hvaða verkefni að þessu væru að selja inn og hver væru opin og væri frítt inn. Og í framhaldi af því að þá og þessari umræðu að þá hefur við aðeins rætt það bæði í nefndinni og á vinnufundu sveitarstjórnar hvort að það þurfi ekki að stækka þennan pott sem að nefndin hefur eða þá að búa til annan sérpott, og það er mín sýn að við eigum að halda áfram með þennan pott sem er úthlutað úr 2 sinnum á ári, og síðan eigi að vera annar pottur sem er minni sem að fari einmitt þannig að nefndin geti veitt styrki fyrir húsaleigu á félagsheimilunum og í lítil verkefni sem að sækja utan þessara 2 úthlutana. Þannig að ef einhver og það væri bara hámarks uppæð á þeim styrkjum. En ég vil endilega losna við þessar eins og við vorum áðan að afgreiða umsókn frá goðanum. Ég vil endilega að það fari bara beint í nefndina og nefndin hafi pott til að úthluta úr fyrir svona styrki. En annars er ég alveg sammála því og að við þurfum kannski að útbúa eitthvað minnisblaðið að hafa í reglum umsóknirnar að það þarf að koma fram í umsóknunum hvort að það sé selt inn á viðburðin eða hvort að það sé frítt inn á hann. Og mér finnst, og ég er alveg sammála því að mér finnst vera eðlismunur á svoleiðis viðburðum. Fleiri sem að vilja taka til máls undir þessum lið áður en við afgreiðum hann. Þá með leyfi var átvita. Ég bara tek undir með Eyþóri og legg til að nefndin jafnvel komi með bara erindi til sveitarstjórnar og eða hvort að nefndin í samstarfi við sviðsstjóra fjármála og stjórnsýslu komi sér saman svona þetta vinnulag sem að við erum að tala og svona þessa innan hvaða ramma við vinnum með þessar styrkbeiðnir. Það sé bara mjög hentugt, því þetta er eiginlega ekki fyrsta skipti sem við höfum svona aðeins verið að eitthvað aðeins að velta þessu fyrir okkur. En Knútur gjör svo vel. Oddviti Sveitarstjórnar fólk. Mínum vanga snúi ekki að því hverju fá styrk og hvað ekki, en það er bara svolítið atriði sem meðvituðum það að þessi orðræða, hún er ágætt, við eigum hvort til þessi hús og það er að gera nota þau. Það breytir því ekki að það þarf að kalla til fólk til að sjá hirðingu þegar þessi viðburðir eru, og þetta er sannanlega styrkur frá sveitarfélaginu þegar við veitum húsalegu. Þetta er ekki bara húsið er þarna til og það sé bara að gera dælega sem mest. Þetta snýst ekki það að mér finnst ekki að ég gera þetta er svona partur af þessu sem að þarf að vera inn í umræðinni. Og ég er mjög hlynntur akkurat þessu að við styðjum við sérstaklega þá viðburði sem eru beinlínis samfélagstengdir og almenn þáttaka. En svo er líka verður að segjast að gjaldskráin okkar er hófleg. Og svo er nú reglulega komið upp og hvað til þess að hækkanir séu hóflegar. Mér langar oft að segja að það munum kannski bara bæta hans í. Því að við höfum sjaldnast fyrir því viðbótar tímakaupi sem felur í sér að sinna viðburðinum. En þetta er nú kannski bara vangavelta sinn tíma. Takk. Já, Arnór gjör svo vel. Já, ég held mig bara við lengri leiðina. Oddviti. Þá erum við fannar að menninguna og þá hittum við auðvitað í kólunum og við höfum auðvitað misjöfna sýn á það hvað er menning. Þá má færa líkur fyrir því að skólplagnir séu menning út af fyrir sig.
Þannig að ég heldur sem að ræða 2 mál. Það annars vegar húsalega á félagsheimilum sveitafélagsins og hins vegar styrkir til menninga og listviðburða. Og ég held að hafa alveg skil þar á milli. Við rukkum samkvæmt gjaldskrá, sem að Knútur bent á að vera kannski hófleg, fyrir viðburði í félagsheimilunum, en við styrkjum, burtséð frá allir húsalegur, ákveðna viðburði í menningar og listsköpun sem við teljum styrkhæfa. Þannig að mér finnst einhvern veginn eigum að reyna að fara af þeirri braut að sé verið að sækja styrki í formi friðar húsalegur. Við bara, þetta er eignin sem við eigum og hún kostar þetta. Ef einhver vil fá styrk til þess að viðburðurinn standi undir sér, þá sækir hann til nefndarinnar. Þetta er svona það sem mér finnst þessi mál. Nú hvað snertir umsóknir eins og frá goðanum, þá lít ég aðeins öðruvís á hana. Ég lít á það sem afmælisgjöf. Í tilefni af 20 ára afmæli goðans og mér finnst allt í lagi að við veitum svona en gestus fyrir slíka starfsemi eins og goðin hefur staðið fyrir og sem er ótrúlega magnað sjálfboðaliða starf. Og Hermann á alveg skilið klapp á baki fyrir það hversu duglegur hann hefur verið í þessi 20 ára. Og þá finnst við ekki sagt, klapp á bakið, við ætlum að styrkja þig, gefa þér afmælisgjöf upp á þetta, við ætlum ekki að styrkja, við ætlum að gefa þér afmælisgjöf. Þannig að í mínum huga bara, við mögum ekki ruggla saman á mörgum hlutum og verðum einhvern veginn að hafa þetta alveg skilt með húsaleguna. Ekkert verið að blanda henni inn í styrkveitingar. Þetta er mín skoðun, takk. Já, ég held ég geti nú bara tekið undir með allum, en það er alveg ljóst að við þurfum aðeins að bara ræða þetta mál. Nú, Árni Pétur hefur líka hvað sér ljóð, gjörðu svo vel. Já, oddviti ágæta sveitarstjórnarfólk, þetta er mjög gagnleg og góð umræða og þetta er náttúrulega alltaf að hringla svona hjá okkur, hvernig á að styrkja og á það að vera húsalegu eða hvað það er. Og auðvitað er það mikilvægt að við náum notkun út úr húsunum okkar og að það sé hvatning fyrir fólk að halda viðburði og við getum haldið upp í öflugu félagslífi hérna. Alveg rétt líka sem bentir á að það er kostnaður í hvert skipti sem húsin eru notuð, það þarf eftirlit, það er að opna og læsa og ellibá kaffi og allt þetta sem það er að gera. Ég tek undir margt sem Eyþór sagði og ég held kannski væri bara skynsamlegt að það væri nú skýrar verklagsreglur það, skilur, þannig að það sé ekki tringl, það er bara hvurslags starfsemi eða viðburðir falla í þann flokk að eiga skilið styrk þannig að það geti haldið viðburði. Þannig að ég held að við þurfum bara að fara svolítið grundigt í þetta eitt hring og þá er það kannski bara endurskoðandi á erindisbréfi nefndarinnar sem þarf þá að endurskoða. Takk fyrir. Já, með leyfi var oddvita, þá held ég að Árni Pétur hafi rammað þetta svolítið inn og ég veit að ég nefndi áðan sviðsstjóra fjármál og stjórnsýslu en það átti að vera sviðsstjóri fjölskyldusviðs og ég held að við ættum að bara óska eftir því að sviðsstjóri og ég vil bara nefnda menn komið með tillögur svolítið svona þennan ramma og þannig að við bara höfum fast land undir fótum í þessum málum. En að því sögðu þá skulum við afgreiða þennan lið og það er sem sagt lagt til að sveitarstjórn samþykki þessa liði sem voru lesnir upp hér áðan en að aðrar beiðnir hljóti ekki samþykkt sveitarstjórnar sem er þá í svona samræmi við þessar umræður. Orðið er laust þessa tillögu. Eyþór, gjör svo vel. Oddviti, ef ég skil þessa tillögu rétt þá er þetta ekki alveg í samræmi við tillöguna frá nefndinni og það er að segja að það er einhverjir liðir sem að nefndin lagði til að þau styrktir húsaleigu sem að munu ekki hljóta styrk. Nú satt ég þennan nefndafund og lagði til þessa tillögu þannig að ég mun ekki greiða atkvæði með þessari tillögu. Ég er bara ekki hvernig Nei, nú bara, alveg bara var að gera grein fyrir atkvæði sín, þannig að taktu bara
Eru fleiri sem að vilja taka til máls þessa tillögu? Hvernig við afgreiðum hana? Þá skulum við bara greiða atkvæði tillöguna sem var lesin upp hér áðan og þeir sem að geta samþykkt hana rétt upp hönd, gefur merki með því að rétt upp hönd og hún er samþykkt með 8 atkvæðum og Eyþór situr hjá. Síðan var 5. liður á fundi íþrótta, tómstunda menningarnefndar sem að var beint til sveitarstjórnar. Það var yfirferð gjaldskráa. Nefndi gerði ekki athugasemdir við gjaldskrár en hvetur sveitarstjórn til þess að halda stilla hækkunum í hóf. Og með leyfi varaoddvita þá vil ég taka fram að eins og ég held að hafi komið fram í fyrsta dagskrárlið og öðrum dagskrárlið á fundinum sem var fjárhagsáætlun að þar kom einmitt fram að þegar að fjárhagsáætlun vinnan hófst að þá tók sveitarstjórn ákvörðun 4,4% hækkun á almennum gjaldskrám en eftir því sem á leið og verðbólgu horfur fyrir næsta ár svona voru sýnilega að lækka og hafa lækkað að þá sem sagt endurskoðum við þá ákvörðun þannig að almennar gjaldskrár munu hækka 4% en ekki 4,4 eins og áður hafi verið ákveðið. Þannig tel ég að Þingeyjarsveit sé bara virkilega að taka svona mið af aðstæðum í þjóðfélaginu og vonumst við bara til þess að sem flest sveitarfélög geri það. En það var komið að næsta dagskrárlið sem er 31. fundur byggðarráðs. Þar voru 2 liðir á dagskrá og það er liður nummer 2 sem að þarfnast afgreiðslu sveitarstjórnar. Það er liður 1 sem þarfnast og glemdum að þessi glemt. Já, ég biðst afsökunar, það hljóp hér yfir 1 dagskrárliði þegar fyrsti dagskrár liður íþrótta og tómstunda og menningarnefndar. Það voru styrkir til íþrótta og æskulýðsmála seinni úthlutun. Þannig að við tókum allan tíman í umfjöllunum menningarstyrkina. Það var eingöngu ein umsókn sem barst íþrótta og tómstunda menningarnefnd leggur til í sveitarstjórn að ungmennafélagi Bjarmi hljóti styrk að upphæð 300.000 krónur og nefndin samþykkir að auglýsa úthlutun styrkja til íþrótta og æskulýðsstarfs á árinu 2024 og felur starfsmanni nefndarinn að auglýsa eftir umsóknum. Og sveitarstjórn þeir sem að geta staðfest þess afgreiðslu nefndarinnar vinsamlegast gefið merki. Já, Úlla Árdal vekur athygli á mögulega vanhæfi sem formaður Bjarma og þeir sem að telja Úllu vanhæfa það er talið svo vera. Þannig að Úlla víkur að fundi og við greiðum þá atkvæði aftur þeir sem að samþykja þessa styrkveitingu til Bjarma að upp að 300.000 krónur vinsamlega skeiði merki. Það er samþykkt samhljóða. Og vinsamlega sæki þá Úllu aftur inn á fundin. Það er aðeins lengur svo þetta mínútur. Þá er það byggðarráð 31. fundur og við vorum búin að fara yfir þessa 2 dagskrárliði var það ekki sem eru þar. Það var annars vegar fjárhagsáætlun og síðan gjaldskrárnar. Nei, við vorum ekki búin að því. Jú. Hvað það? Jú, gjaldskrárnar. Á þessum 31. þegar að ég var trufluð. Nei, við vorum ekki búin að bara staðfesta afgreiðslu byggðarráðs. Ok. Við vorum búin að samþykkja það annars þar. Já. Það er rétt. 31. fundur byggðarráðs, já. Það er liður 2 sem að
Sérst fyrra málið á dagskrá var fjárhagsáætlunin. 26.1. 26.1. 26.1. Já, Þetta er bara og kynnt. það var bara kynnt hérna áframhaldandi vinnu við fjárhagsáætlun og fjárfestingar. Seinni dagskráliðurinn þarfnast afgreiðslu sveitastjórnar. Það voru drög að gjaldskrám fyrir árið 24. Varaformaður byggðarráðs leggur til að áður samþykkt hækkun almennra gjaldskráa 4,4% verði lækkuð í 4%. Byggðarráð samþykkir tillöguna samhljóða og vísar henni til staðfestingar sveitastjórnar. Byggðarráð samþykkir framlagðar gjaldskrár með áður samþykktum breytingum og vísar henni til sveitastjórnar. Gjaldskrárnar hafa verið afgreiddar hér fyrr á fundinum og en sveitastjórn ber samsett að staðfesta þessa tillögu byggðarráðs minni hækkun á gjaldskrám og þeir sem samþykkja vinsalegast gefið merki það. Það er samþykkt samhljóða. Nú, þá eru það bara eftir nokkrar fundagerðir sem eru lagðar fram til kynningar og ein leiðrétting. Það er best að við afgreiðum leiðréttinguna fyrst, að hér að framan þá var afgreidd lögreglu samþykkt. 17. dagskrárliður. Það var 17. dagskrárliður og sveitastjórn samþykkti lögreglu samþyktina. Síðan kom í ljós að lögreglu samþykkt þarf að fara í 2 umræður. Þannig að ég óska eftir því við sveitastjórn að hún samþykki eftirfarandi breytingu á bókun sem var áður samþykkt á lögreglu samþyktinni. Bókunin sem við samþyktum var eftirfarandi: sveitastjórn samþykki framlög drög og felur sviðsstjóra fjármál og stjórnsýslu sviðs að birta hann í B-deild stjórnartíðinda. Rétt bókun á að vera sem ég óska eftir staðfestingu á. Sveitastjórn vísar drögum að lögreglu samþykkt til annarar umræðu sveitastjórnar. Samþykkir framlög drög og vísar. Já, samþykkir framlög drög og vísar þeim til annarar umræðu. Þeir sem geta samþykkt það vinsalega skefið merki. Takk. Var það ekki aftur 8 og 1 að tjá? Nei, þá var allir samanlega. Allir saman. Og þá eru það fundargerðir, 27. dagskrárliður. Það er lögð fram fundargerð 238 fundar heilbrigðisnefndar Norðurlands eystra frá 16. október. Einhver sem vil taka til máls? Svo er ekki. 28. dagskrárliður, lögð fram fundargerð aðalfundar samtaka orkusveitafélaga sem haldin var það 9. október. Einhver sem vil taka til máls þar? Knútur, gjör svo vel. Og þetta er selstmynd fólk. Ég ætla ekki að nota tækifærið og lýsa þau, ég sé ekki menningarsvífirðingur og ég hef nú talað svona leigun á hann. En varðandi orkusveitafélögin, þá ætla ég aðeins að bara koma því á framfæri við ykkur að ég hékk nú þarna inn í stjórnáfram sem var mjög ánægilegt fyrir mig og skemmtilegur félagskapur og það er mikil gróska í þessum málum akkurat núna. Ég ætla bara að benda ykkur á heimasíðu samtakanna. Það sem alls konar efni þetta, hvort sem það heitir vindorka eða jöfnun raforkuverðs og það er mikil gróska akkurat í þessum bæði þróun regluverks leyfisveitingar, samanber mál sem í samráðsgátt núna og eins þetta með vindorku og svona fullt af málum sem í svona talsverðir í grósku. Takk. Já, þá er það 29. dagskrárliður. Það er fundagerð 953. fundarstjórnarsambands íslenskra sveitafélaga frá 25. október síðastliðnum, lagði fram til kynningar. Einhver sem vil taka til máls? Svo er ekki. 30. dagskrárliður, fundargerð 300. og 3. fundarstjórnar Norðurorku frá 22. október síðastliðnum, lagði fram til kynningar. Einhver sem vil taka til máls hér? Svo er ekki. 31. liður, fundagerð 77. fundarstjórnar samtaka orkusveitafélaga frá 30. október síðastliðnum, lagði fram til kynningar. Enginn sem kveður sér hljóðs þar.
32. liður Samtaka orkusveitafélaga. Það er fundagerð 78. fundar stjórnar Samtaka orkusveitafélaga lögð fram til kynningar ásamt stefnumörkun og starfsáætlun til 2026. Einhver sem að vill taka til máls þar? Svo er ekki. Nú þá er dagskráin tæmd í dag og ég segi fundi slitið og klukkan er 15:12. Takk fyrir góðan fund. Ég segi það varstu með vasklas.